Forseti setur fund þriðjudaginn 7. febrúar í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 14:01 og fyrst á dagskrá er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukið framboð lóðasöku lóðaskorts í Reykjavík og málshefjandi þar er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Lækka maður að skræja. Nei, í hliðinni. Já, við erum enn eina ferðina að ræða fjölgun lóða í Reykjavík eða alvarlega stöðu í húsnæðismálum og ég veit ekki hversu oft að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallarvina hafa sett þetta mál á dagskrá og ítrekað lagt fram tillögur og bókanir bæði borgarráði og borgarstjórn. Svona það nýjasta í þessu máli sem var til þess að við ákváðum að setja þetta enn eina ferðina á dagskrá er ný skýrsla greiningardeildar Arion banka frá 31. janúar stöðu mála og það ætti svo sem ekki að þurfa til þess að það sé ákveðið að setja það á dagskrá því að það er eiginlega á hverjum einasta degi eitthvað sem minnir okkur á það að það gengur ekki nógu vel í húsnæðismálunum sama hvort að við erum að tala félagslegt húsnæði, félagslegt leiguhúsnæði eða bara húsnæði fyrir allan almenning. Allar tillögur að fjölga lóðum umfram skilgreiningu í aðalskipulagi í Úlfarsárdal hafa verið felldar eða svæfðar. Það má rifja upp að 20. október 2015 þá felldi meirihlutinn það meira að segja að taka tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks á dagskrá þessi mikilvægu mál. Það mátti ekki einu sinni ræða máli á þeim borgarstjórnarfundi að því að meirihluti Pírata, Samfylkingar, Vinstri grænna og Bjartar framtíðar var ekki undirbúinn og treystir sig ekki til þess að taka upplýsta afstöðu til þessara mála eins og sagði í bókum þeirra við þetta tilefni. Til þessa hefur afstaða þessara meirihlutaflokka verið bæði upplýst og undirbúin. Það er lóðaskorts stefna í Reykjavík með þeim afleiðingum að ungt fólk kemst ekki úr foreldrahúsum vegna þess að það vantar húsnæði og vegna þess að lóðaskort stefnan hækkar verð á húsnæði. Lóðaverð hefur hækkað sem hlutfall af verði húsnæðis mikið á síðustu 20 árum með auðvitað slæmum afleiðingum fyrir kaupendur og leigjendur. En forseti, nú ég auðvitað farin að tala eins og marxisti miðað við skilgreiningu borgarstjóra í borgarstjórnarsalnum hér þegar við vorum að ræða hér húsnæðismálum daginn. Nú stendur yfir vinna við breytingu á deiluskipulaginu í Úlfarsárdal. Þessi breyting hún rúmast innan aðalskipulags eins og ég sagði hér í upphafi og hún byggir á tillögum Framsóknar og Flugvallarvina á sínum tíma. Samkvæmt upphaflegu deiluskipulagi þá eru 904 íbúðir í hverfinu þegar einbýli og fjölbýli talið. Upphaflegar hugmyndir þetta hverfi gerðu hins vegar ráð fyrir miklu fleiri íbúðum í Úlfarsárdalnum og Grafarholt og Úlfarsárdalur átti að geta orðið alltaf 28.000 íbúa hverfi í stærstu hugmyndunum. Þetta verður 9.000 íbúa hverfi þegar allt verður orðið byggt. Það er að segja verði áfram staðið gegn stækkun hverfisins í Úlfarsárdal. Þannig að svo ákvörðun vinstri meirihlutans hér í borgarstjórnum að draga verulega úr íbúðabyggðinni í Úlfarsárdal frá því sem áður var ákveðið eða frá því sem áður voru hugmyndir og væntingar bæði íbúa, íþróttafélags og ýmissa annarra aðila sem að gátu hugsað sér að vera með þar með þjónustu. Það dregur auðvitað mjög úr möguleikum hverfisins á því að vera sjálfbært varðandi ýmsa þjónustu og ekki síst varðandi íþrótt- og æskulýðsstarfið. Og svo auðvitað stækkun hverfisins mjög mikilvægur þáttur í því að gera fólki á öllum aldri, ekki síst unga fólkinu, auðveldara að koma sér þaki yfir höfuðið. Nú breytingar innan hverfisins í Úlfarsárdal á skipulaginu, bara breytingar innan núverandi hverfis, gera það að verkum að íbúðarnir verða 902, ekki 904. Svo verið að skipuleggja íbúðir fyrir íbúðabyggð norðan Skyggnisbrautar. Þannig ef það verður að veruleika, þá erum við að tala 1332 íbúðir í Úlfarsárdal.
Þar af eru reyndar 70 auka íbúðir í einbýlishúsum. Og þetta fjölgun 428 íbúðir frá skipulaginu eins og það núna. Það nú ekki meira en það. Það fer úr 904 í 1332. Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 gerir ráð fyrir að byggingaþörfin sé 700 íbúðir á ári. Og það ljóst að uppsöfnuð þörf miklu meiri. Greiningardeild Arion banka segir í þessari skýrslusinni hér að það vanti að minnsta kosti 8.000 íbúðir á næstu 3 árum og það má skilja það þannig að það sé verið að tala á landsvísu. Og hvort að hlutdeild Reykjavíkur í því sé 50% sem væri þá 4.000 íbúðir eða hvort að svo tala 3.000 íbúðir sem við heyrum oft í öðrum greiningum að það vanti 3.000 íbúðir strax í dag í Reykjavík. Hvaða tala sem nákvæmlega rétt í því að þá auðvitað ljóst að það vantar miklu fleiri íbúðir en nú í byggingu. En það kemur fram í greinargerð eða árlegri skýrslu framfylgd aðalskipulags Reykjavíkur frá desember 2016. Það ekki endanleg útgáfa, reyndar. Það önnur útgáfa en ég hef ekki séð endanleg útgáfu. Það kemur fram í þessari greinargerð framfylgd aðalskipulags að breyta þurfi þessu viðmiði og ef það sé miðað við endurskoða íbúaspá þá þurfa að fara í 860 íbúðir á ári en sé tekið mið af því að það mjög lítið hafi verið byggt eins og segir í greinargerðinni þá þurfa að fara í 1000 íbúðir á ári alveg til ársins 2030. Og það auðvitað fjölgun 300 íbúðir á ári frá því sem í samþykktu aðalskipulagi og það auðvitað að sjálfsögðu fyrir utan þessar 8.000 íbúðir eða öllu heldur hlutdeild borgarinnar í þessum 8.000 íbúðum sem að Arion banki segir að vanti á næstu 3 árum. Þegar við skoðum fjölda fullgerðra íbúða í Reykjavík 2010 til 2015 þá þær 1557. Þá erum við að tala allar íbúðir sem að byggðar í borginni á hálfu einkaaðila, opinbera og hálfu opinbera og hvað þetta heitir nú allt saman. Það eru 2,2 ár ef við tökum viðmið aðalskipulagsins 700 íbúðir á ári. Ekki 6 ár eins og þetta tímabil nær til, það sem sagt í rauninni að einungis búið að byggja sem nemur 2,2 árum á þessu tímabili, 1557 íbúðir. Og ég veit, ágætu borgarfulltrúar, að við fáum ræðu hér og eftir hversu margar íbúðir eru í samþykktu deiliskipulagi, þetta veit ég ekki, ég ger svona ráð fyrir því. Borgarstjóri eða einhver úr meirihlutanum fari yfir þá eftir hversu margar íbúðir eru í samþykktu deiliskipulagi og nokkuð af þeim séu byggingu, hversu margar íbúðir eru í skipulagsferli og hversu margar á undirbúningsstigi skipulagsgerðar. Þetta alltaf sama ræðan og fólk fær á tilfinningunum undir henni að húsnæðismálin bara hljóta að fara að leysast. En tíminn líður hins vegar og húsnæðisskorturinn ágerist mánuð frá mánuði. Og eins og við ræddum hér á síðasta eða þar síðasta borgarstjórnarfundi að þá í félagslegu leiguhúsnæðinu þá hefur aldrei verið jafn langur biðlisti eins og núna. Hverfið í Úlfarsárdal, það innan skilgreinda vaxtarmarka aðalskipulagsins. Það hlýtur þá að vera þétting byggðar að byggja meira í því hverfi en ekki útþensla byggðar eins og meirihlutanum verður svo tíðrætt þegar við tölum húsnæðisvandann og lóðaskortinn í Reykjavík. Og það reyndar athyglisvert að við höfum ekki fengið brandarana frá meirihlutanum sem að sagði voru hér í upphafi kjörtímabilsins að alla langaði auðvitað að fá lóð í fermingargjöf eða auðvitað dreymdi allt ungt fólk að eiga lóð. Við erum auðvitað hætt að heyra þetta vegna þess að ástandið orðið þannig að borgarbúar eru svo meðvitaðir tilbúna lóðaskortstefnu meirihlutans að þeim sjálfum finnst þetta ekki einu sinni fyndið lengur í meirihlutanum. En forseti ágætu borgarfulltrúar, ég tala hér fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og það ekki fyrsta skipti og reyndar ekki einu sinni í annað skipti sem annaðhvort við eða borgarfulltrúa Framsóknarflokksins tala fyrir slíkum tillögum. Við höfum verið með bókanir þetta, ekki bara í borgarstjórn, heldur víðar. Og bara nýlega vorum við með bókunum í borgarráði, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Tillagan hljóðar svona: Borgarstjórn samþykkir að fjölga lóðum í Úlfarsárdal umfram þá takmörkuðu fjölgun sem verður vegna breytinga á deiliskipulagi sem nú í vinnslu. Og
ég vík aðeins að því, ég sagði hér áðan að það væri 428 íbúðir sem bætist þannig við. Það er ekki nóg. Aftur að tillögunni þetta gert til að bregðast við alvarlegum lóðaskort í Reykjavík. Hafist verði handa nú þegar við undirbúning þessa verkefnis til að Reykjavíkurborg geti uppfyllt þá mikilvægu grunnskyldu gagnvart íbúum sínum að útvega lóðir í samræmi við þörf. Og bara aðeins að lokum, forseti, með samþykki þessara tillögu þá væri hægt að setja máli strax í vinnslu, nýta tímann auðvitað og nýta landið sem að rúmar miklu fleiri byggingar og þannig sinna skyldum borgarina sem að sjá til þess að lóðaframboð mæti eftirspurn frekar en að halda aftur á lóðaúthlutunum með þeim afleiðingum að húsnæðisverð hækkar og hækkar. Aftur er ég orðinn marxisti, ég kannski fáum að heyra skilgreininguna á því miðað við skilgreiningu borgarstjóra hér daginn, að ég tel að lóðaverð og lóðaúthlutanir hafi áhrif á húsnæðisverð, ég veit að við erum ekki sammála um það. En frá 2010 til 2016 þá var hækkunin 42% rúm á húsnæðismarkaði. Og í þessari glænýju skýrslu Arion banka sem ég hef vitnað til oftar en einu sinni hér, þá er spáð 30% nafnverðshækkun frá ársbyrjun 2017 til ársloka 2019. 2 árum, 30% nafnverðshækkun á húsnæði og varar bankinn við ofhitnun á húsnæðismarkaði til lengri tíma. Ef einhver í aðstöðu til að standa í aðgerðum sem að draga úr þessum hækkunum, þá hlýtur það að vera stærsta sveitarfélag landsins, Reykjavíkurborg, með 40% íbúa landsins. Reykjavíkurborg í lykilstöðu til að standa í aðgerðum sem draga úr þessum hækkunum. Þá hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nú byrjað því að þakka borgarfulltrúnum fyrir ágæta ræðu, þar sem hann nefndi nokkur hugtök eins og lóðir, lóðaúthlutanir, lóðaskortur og velti vöngum yfir hvað þyrfti að byggja mikið á hverju ári og í því fólst einhvers konar sýn, ef ég get mér rétt til, á hvað af því eðlilegt að sé þá gert með breytingum á deiliskipulagi og hvað með lóðaúthlutunum. Þannig að ganga aðeins meira á borgarfulltrúann vegna þess að hann gengur út frá því að þessi lóðaskortur, bara fá það svolítið skýrt fram hvað Sjálfstæðisflokkurinn telur þá að við höfum að setja markið á að mikið fara uppbygging á stað á hverju ári með núverandi aðstæður, hvað mikið af því eðlilegt að koma í gegnum breytingar á deiliskipulagi og hvað þá með nýjum lóðaúthlutunum, hvað tölulegu markmið Sjálfstæðisflokkurinn með í huga þegar að þarna talað lóðaskort og að ekki sé talað lóðaskortstefnu. Borgarstjóri lokið andsvörum. Má bjóða borgarfulltrúa að koma upp og svara andsvari borgarstjóra. Það gerir Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, góður borgarfulltrúar, kannski ekki mikil tími til þess að fara yfir það, en það er alveg ljóst að þó að því eins og ég sagði á þá vænti ég þess að hér ræði borgarstjóri eftir verði farið yfir að það séu þetta mörg þúsund íbúðir á undirbúningsstigi og svo framvegis. Við höfum séð það að við sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem að höfum stutt mjög þéttingu byggðar og teljum það skynsamlega stefnu, þá höfum leiðsagt það gengur of hægt. Og við höfum séð að húsnæðisverðið að fara mjög upp og við sjáum að fjöldi fullgerða íbúa til dæmis í Reykjavík 2010 til 2015 þetta ekki nema svona þegar mest rétt rúma 300 á ári. Rétt rúma 300 á ári. Samt segir aðalskipulagið 700 og það er mælt með að endurskoða aðalskipulagið 1000 á ári. Þannig að tillögur okkar ganga út á það að ná þessum tölulegu markmiðum. Það er nú ekkert flóknara en það. Með þeim aðferðum sem hafa verið notaðar hér á undanförnum árum, þéttingu byggðar, þá það ekki að virka. Og þess vegna segjum við, með því að bæta við lóðum í Úlfarsárdal, það sem tekur styttri tíma að útbúa þær lóðir og koma þeim inn í, að þá erum við að hjálpa til við að ná þessum tölulegu markmiðum. Ég fór yfir tölulegu markmiðum, við getum verið nokkurn veginn sammála þeim. En það gengur of hægt og þess vegna gengur þessi tillaga okkar út á það að flýta því.
Þá hefur Halldór Halldórsson lokið við að svara andsvari og næstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa skýringu á því að markmiðið sem sagt það að það verði fullgerðar á hverju ári í Reykjavík 1000 íbúðir og ég gat ekki skilið borgarfulltrúann betur en svo að hann eins og aðrir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styddu þéttingu byggðar en vildu að lóðaúthlutanir kæmu þar til viðbótar til þess að tryggja að þetta tölulega markmið næðist. Og ég held ég sé þá bara leggja út af orðum borgarfulltrúans en ekki neinum útúrsnúningum. Því ég held að það sé bara mikilvægt að við höfum þennan svona grunnsvoltið á hreinu áður en við förum að gera okkur upp ágreining þar sem kannski engin ágreiningur er. Ég held að þetta sé nefnilega alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að það sé mjög breið sátt það í borgarstjórninni að þétting byggðar sé höfuðmarkmið og í aðalskipulaginu einmitt kveðið á það markmið að 90% af nýjum íbúðum skuli vera innan hins byggða umhverfis. Svo það alveg rétt, það hægt að búa til einhvern ágreining það hvort að ný svæði til hliðar við Úlfarsárdalinn séu ný hverfi eða þétting. En ég held að flestum ber nú saman það að fara umfram aðalskipulag og bæta við nýjum áfanga upp í Úlfarsárdal telst seint þétting byggðar. Allavega ekki neinni svona hefðbundinni merkingu þess orðs. Það sem var eins og er betra í orðum borgarfulltrúanna heldur en í tillögutextunum sjálfum það að hann hélt í sannarlega til haga að megin aðferð borgaryfirvalda til þess að fjölga nýjum íbúðum að skilgreina nýjan byggingarrétt í gegnum deiliskipulag frekar en lóðaúthlutanir. Þetta gildir í Reykjavík en þetta gildir einkum í nágrannasveitarfélögunum. Bæjarstjórinn í Kópavogi var til dæmis í fréttum í lok síðustu viku og sagði að Kópavogur væri búinn með sitt land. En fjölgun íbúða það einhverju marki með breytingum á deiliskipulagi í einhvers konar þéttingu byggðar í Kópavogi. Garðabær á auðvitað mjög lítið land, eiginlega ekkert á Álftanesi og þau svæði sem hafa verið í uppbyggingu í einkaeigu og fjölgun íbúða þar fer sem sagt fyrst og fremst fram í gegnum breyting á deiliskipulagi og sömu sögu að segja Mosfellsbæ þar sem einkaaðilar eiga öll helstu uppbyggingarsvæðin en bærinn kemur að í gegnum skipulag. Hafnarfjörður undantekningin sem á svæði en þau eru vissulega í útjaðrinum og það hefur gengið hægt að koma þeim lóðum út. Vegna þess að þegar fólk að fjárfesta í húsnæði sem dýrt, þá það líka að horfa á samgöngukostnaðinn og leggur þennan kostnaði heimilisbókhaldinu saman. Í uppleggi borgarfulltrúans eins og í almennri umræðu kannski allt of oft að þá felst sú hugsun að borgin eigi nánast að leysa allan húsnæðisvanda landsins. Borgarfulltrúinn svaraði þó sjálfum sér og sagði ef það vantar 8.000 íbúðir á landsvísu þá nú kannski ekki rétt að nema svona eins og helmingur komi úr Reykjavík og jafnvel minna. 4.000 eða 3.000, eitthvað slíkt. Og síðan í andsvari sínu áréttaði borgarfulltrúinn að það væri kannski markmið það bil 1.000 fullgerðar íbúðir á ári sem að væri gott viðmið. Nú það auðvitað ekki þannig að borgin stýri uppbyggingarhraða einkaaðila eða samstarfsaðila okkar í húsnæðismálum en við núverandi aðstæður þá því ekkert að leyna við viljum að íbúðarhúsnæði byggist upp sem hraðast og sem mest, sem víðast og fyrir sem flesta. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar gengur nefnilega út á það að
endurspegla þann fjölbreytileika sem býr í borginni. Fólk hefur alls konar þarfir og þess vegna gerum við ráð fyrir því að auk þess að fjöldi verkefna einkaaðila þar sem kaupíbúðir eða eignaríbúðir er að ræða, að þá höfum við vilja leggja áherslu á að tryggja vaxtarmöguleika leigu- og búsetturéttarfélaga sem að starfa án hagnaðarsjónarmiða til þess að koma til móts við þann fjölbreyta hóp sem að vantar slíkt húsnæði. En það þarf að gera bæði og við erum að gera bæði og þurfum að gera bæði. Ef við byrjum á því að horfa á hvað búið að samþykkja í skipulagi, að þá eru það 5.000 íbúðir. Ýmist á lóðum eða reitum sem voru áður byggðir og eru að koma til endurskipulagningar. Við höfum líka verið að vinna með samstarfsaðilum sem eru ekki reknir í hagnaðarskyni að því að tryggja nægilega uppbygging og nægilegt framboð af leigu- og búseturéttaríbúðum á grundvelli húsnæðisstefnu borgarinnar og auðvitað stefnu þessa meirihluta sem sagði í sinni samstarfsyfirlýsingu að við vildum að 2.500 til 3.000 íbúðir færu í uppbyggingu í borginni á næstu 3 til 5 árum. Þetta hryggjarstykki í húsnæðisstefnu borgarinnar, en þetta þó bara 40% af þeirri uppbyggingu sem við sjáum fyrir okkur. En hvað hún þá í tölum? Ef við mátum okkur aðeins við þetta viðmið sem Sjálfstæðisflokkurinn leggur hér til grundvallar í umræðunni að á hverjum tíma eða á næstu árum skulum við segja, þá eigi að stefna að því að 1.000 fullgerðar íbúðir verði til í borginni á hverju ári. Ég hef látið taka saman hvað fjölda staðfestra áforma á grundvelli húsnæðisstefnu borgarinnar og hvað á ég við með því? Jú, þetta eru formlegar viljayfirlýsingar eða lóðaúthlutanir sem kveða á samstarf við félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og ætla sér að byggja upp leigu- og búseturéttaríbúðir hér á næstu árum. Heildartala þessara staðfestu áforma eru 3.733 íbúðir. Í fyrsta lagi eru það 1.000 íbúðir sem að ASÍ og BSRB ætla að byggja í samvinnu við borgina. Viljayfirlýsing það var undirrituð 12. mars á síðasta ári og fyrstu verkefnin þar eru komin af stað í hönnun á grundvelli lóðavilyrða eins og borgarfulltrúar þekkja. Í öðru lagi þetta stúdentar, þar er Félagsstofnun stúdenta stærst. Þar viljayfirlýsing uppbyggingu á 650 stúdentaíbúðum. Háskólinn í Reykjavík næststærstur með 370 íbúðir og Byggingafélag námsmanna með 250 til 300. Það sem þó sérstakt við þá yfirlýsingu að hún tekur til lengri tíma heldur en hinar eða alltaf 10 ára, en hitt mun nær okkur í tíma. Búseti síðan að koma með inn á markaðinn 450 íbúðir, var með fyrir 230 og það var gerð viljayfirlýsing við Búseta 230 að auki. Eldri borgarar skiptast í nokkur félög. Félag eldri borgara sem að byggja í Mjódd 50 íbúðir rúmlega, Grund sem að byggja í Mörk 72, Sóltúl Mánatún þar sem að 40 íbúðir að rísa, Hrafnista þar sem við vorum að afgreiða samning í síðustu viku 126 leiguíbúðir við Sléttaveg, auk 100 hjúkrunarrýma og Samtök aldraðra með 50 íbúðir. Síðan eru það áætlanir okkar sjálfra í gegnum félagsbústaði, þar sem að við erum bæði að kaupa, en vitum að það hefur verið erfiðara að kaupa einstakar íbúðir.
þannig að við erum í síauknum mæli að fara út í eigin uppbyggingu, bæði á almennum félagslegum íbúðum, þar sem við áætlum að fjölga allavega 550 og erum þegar búin að fjölga í eignasafni félagsbústaðum 200 eignir og síðan rúmlega 100 eða í kringum 120 sérstök búsetuúrræði fyrir fatlað fólk sem líka hluti af þessu heildaryfirliti. Hvað þá hægt að gera ráð fyrir að margar af þessum 3700 íbúðum fari í uppbygging á næstu 3 til 5 árum? Það keppikeflið. Við erum í gegnum skipulag, í gegnum samstarfið þessa aðila að keppast við það að minnsta kosti 2500 til 3000 af þessum íbúðum fari af stað á þessum 3 til 5 árum. Hefðum við getað gert þetta hraðar? Hugsanlega. Við þorðum hins vegar ekki að gefa fyrirheit það vegna þess að við vitum að þetta tekur allt tíma. Við vitum að þetta tekur allt tíma. Það tekur tíma að koma verkefnum í gegnum skipulag. Það tekur líka tíma að hanna og fjármagna og síðan að byggja. Þannig að þess vegna voru þessi áform sett svona fram. En þunginn í öllum þessum verkefnum mjög vaxandi. Við þurftum því miður að bíða í 2 ár. Við þurftum að bíða í 2 ár eftir fyrri ríkisstjórn meðan hún var og stóð í innbyrðis deilum húsnæðisfrumvörpin sem loksins kláruðust síðastliðið haust og það hefur skipt verulegu máli að það kláraðist vegna þess að stofnframlögin eru núna að renna inn í hvert verkefnið á fætur öðru þar sem að við sem sveitarfélag og íbúðalánasjóður styðja við bakið á bæði ASÍ tengdu verkefnum og uppbyggingu stúdentaíbúða þannig að þau komast af stað. En hér var sérstaklega rætt lóðir og sérstaklega Úlfarsárdalinn og þá vona ég að það ekki að skilja minnihlutann þannig og væri kannski ágætt að fá þá á hreint hvort það ætti nokkuð að skilja minnihlutann þannig að það ætti að hætta að deiliskipuleggja á þéttingarsvæðum og hætta að úthluta öllum þeim lóðum sem að eru að fara í úthlutun og bara einbeita sér Úlfarsárdalinn. Það ekki alveg örugglega rétt skilið að það svona meiri svona fyrirsagnarpólitík sem felst í því að tala Úlfarsárdalinn, minnihlutinn gerir sér alveg grein fyrir því að það áfram skynsamleg stefna þéttingabyggðar og þessi skriðþungi sem í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis að hann á að fá að halda áfram eða hvað? Ég spyr að þessu vegna þess að minnihlutinn sem hefur reyndar þvælst fyrir ýmsum af þeim málum á deiliskipulagsstigi, hann hlýtur auðvitað að átta sig á því að það eru mjög margir uppbyggingareitir komnir í gegnum skipulag og margar lóðir sem eru búið að gera viljayfirlýsingar og að fara út á til sinna uppbyggingaraðila á næstu vikum. Og mjög mikið á þessu ári. Ef maður fara aðeins yfir þetta, lóðaúthlutanir hjá borginni 2014 voru 153 íbúðir. Lóðaúthlutanir 2015 voru 171 íbúð, flest í sérbýlum. Lóðaúthlutanir 2016 voru 171 íbúð. Stærstu verkefni þar voru Grund á Suðurlandsbraut og Félag eldri borgara í Árskógum. En þessar viljayfirlýsingar sem hafa leitt af sér hönnun, meðal annars á grundvelli húsnæðisstefnunnar, þessi samningar sem gerðir að vera við einkaaðila, meðal annars í Vogabyggð og síðan getið af sér deiliskipulag sem nú að klárast, munu leiða til mjög mikilla lóðaúthlutana á þessu ári. Af umræðan að dæma algjörlega ljóst að minnihlutinn gerir sér enga grein fyrir því hvað mikill skriður á þessu. Við skulum aðeins fara yfir þetta. Við Nauthólsveg eru þetta 20 íbúðir. Einbýlin í Reynisarsási sem gætu farið út eru 23
Við Urðarbrunn eru 33-35 eru 23 íbúðir. Á Frakkastíg 1 er verið að undirbúa deiliskipulag fyrir 26 íbúðir. Við Urðarbrunn 130 eru 30 íbúðir. Móavegi 2-4, 40, Móaveg 2-4, aðrar 40 og síðan þriðju 40 líka við Móaveg. Í Úlfarsárdal eru til einbýlishúsalóðir sem liggja á lager, þær eru 47 og í Reynisvatni 49. Í Bólstaðarhlíðinni á Kennaraháskólareitnum eru 150 íbúðir að klárast í gegnum deiliskipulag. Í Árskógum 5-7 þar sem búseti fer af stað eru 52. Í Randbyggðinni á Kirkjusandi eru 68 íbúðir á leiðinni í útboð og við Gamlagarð erum við að undirbúa lóð fyrir 70 íbúðir sem verða fyrir stúdenta. Á Keilugranda 1 eru 78 íbúðir fyrir búseta og á Kirkjusandi er líka ræma fyrir 100 íbúðir sem við erum búin að gera viljayfirlýsingu fyrir að hluta en munum fara til annar aðila á næstu vikum líka. Í Vesturbygd erum við að ljúka samningskaupaviðræðum upp á 170 íbúðir og á Sæmundargötu ráðgerum við að úthluta í næsta mánuði lóð fyrir 220 íbúðir til Félagsstofnunar stúdenta. Við gerðum síðan samninga við einkaaðila, erum við núna í auglýsingaferli Elliðabraut 4-12. Það eru 230 íbúðir. Á RÚV-reitnum er þetta 360 íbúðir. Úlfarsárdals stækkunin, hún skiptir verulegu máli. Það getur verið alltaf 500 íbúðir þar. Ég er ekki alveg viss að þær geti allar komið til úthlutunar á þessu ári, en vonandi eitthvað. Og síðan er Vogabyggð á leið í B-deild stjórnartíðinda, áfangi 2, áfangi 1 er reyndar eða svæði 1 er reyndar líka klárast, en áfangi 2 er með 800 íbúðum. Það er ekki óvarlegt að gera ráð fyrir að við getum verið að úthluta 250-300 í Úlfarsárdal og 250 í Vogabyggðinni á þessu ári og þá er þetta samanlagt lóðir fyrir 2500 íbúðir og meir en það. 2500 íbúðir og meir en það sem geta farið út á markaðinn, ýmist inn í leigu- og búsetaréttarverkefni á grundvelli húsnæðisstefnu borgarinnar eða í beinni sölu eftir útboð til einkaaðila. Við skulum rifja upp á markið sem að Sjálfstæðisflokkurinn sett okkur hér í upphafi umræðunnar var að stuðla því að á hverju ári væri að jafnaði að klárast 1000 íbúðir á ári í Reykjavík. Við vitum að 2015 fór af stað rúmlega 900 íbúðir sem var þriðja stærsta ár í sögu Reykjavíkur, þannig að við vitum að þetta er nokkuð metnaðarfullt markmið. Við vitum að í fyrra fór af stað með útgefnum byggingarleyfum tæplega 900 íbúðir. Þannig að það að fara með út verkefni sem losa yfir 2000 íbúðir, ég tala nú ekki yfir 2500 íbúðir með lóðum, er í öllu samhengi mjög mikið. Í mjög varlegum spám það hversu margar íbúðir fari í uppbyggingu þessu ári, gerum við ráð fyrir því að það verði ekki undir 1300. Og hvorki í lóðaúthlutunaryfirlitinu né í þeim spám gerum við ráð fyrir einni einustu íbúð á Hlíðarenda sem við vitum þó að er að fara af stað. Þar höfum við frestast af alkunnum ástæðum en ég held að við eigum að standa saman það, að hafa metnað til þess að þessi húsnæðisuppbyggingarverkefni fari eins hratt fram og hægt er. Þau séu eins fjölbreytt og hægt er, en við eigum að spara yfirlýsingar lóðaskortstefnu eða lóðaskort eða þá að Úlfarsárdalur sé eina málið.
Hann mikilvægur en hann einn af mjög mörgum reitum sem í uppbyggingu og að fara í uppbyggingu á þessu ári. Það var borgarstjóri lokið máli sínu, 4 hafa beðið að koma upp í andsvör og ég ætla að takmarka tímann við 1 mínútu og fyrstur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta stuttur tími. Mér fannst nú ræða borgarstjóra ganga svolítið út á það að reyna að afvegaleiða umræðuna, töluvert mikið. Ætli ég hafi ekki tekið það nokkrum sinnum fram í ræðu minni að við styddum af alefli þéttingarbyggðar. Ég sagði að Úlfarsárdalur væri mikilvæg viðbót inn í það til þess að geta staðið undir því markmið sem sett var upphaflega 700 íbúðir en núna þurfa að vera 1000 íbúðir á ári, samkvæmt aðalskipulagi, en ekki 309, 95, 141, 353, 271 og á árinu 2015 388. Það það sem við erum að segja. Við erum að segja það hægt að halda hér ræður eins og borgarstjóri gerði og hefur haldið núna undanfarin ár og oft studd bara mjög flottum glærum á þessum opnum fundum það hvað sé í farvatninu. Það eru fleiri þúsundir en það hefur ekki gerst. Við erum að segja að Úlfarsárdalur styður ágætlega við það. Mér finnst algjör óþarfi að snúa út úr því með því að einhvern veginn gefi skyn að við séum að einangra okkur við Úlfarsárdal. Við vorum ekki að því. Við erum að leggja til fleiri lóðir þar þannig að það sé hægt að ná þessum markmiðum. Og svo langar mig bara til þess að nefna það að borgarstjóri nefndi hér að það hefði þurft að bíða eftir ríkisstjórn. Það þurfti ekki að bíða eftir ríkisstjórn með lóðaúthlutanir á völdum stöðum, það sem einkaaðilar hefðu getað byggt. Það þurfti kannski að bíða eftir ríkisstjórn með félagslega leiguíbúðir. En það þurfti ekki að bíða eftir því. Það var alveg hægt að úthluta fleiri lóðum. Lóðaskorturinn vandamál í sjálfu sér. Hann það. Þess vegna verð á húsnæði að hækka svo mikið sem ég fór hér yfir áðan. Á síðustu 6 árum yfir 42%, núna 2 ár framundan 30% nafnverðshækkun að lágmarki. Þá Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið við andsvörum og andsvörum svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúunum fyrir þessa áréttingu. Þá sem ekki að skilja Sjálfstæðisflokkinn og minnihlutann þannig að Úlfarsárdalurinn að koma í staðinn fyrir þéttinguna heldur til viðbótar. Við erum auðvitað að fara í töluvert mikið af nýjum íbúðum í gegnum deiliskipulag í Úlfarsárdal, en ég vil þá tefla fram líka öðrum svæðum sem voru ekki á listanum yfir það sem að fara af stað núna og ég held að væri ekkert síður þess virði að fara út með á þessu ári sem eru næsta áfangi í Stekkumbryggjuhverfis. Þar vorum að klára samninga við Björgun að það væri mjög áhugavert að gera það. Við erum komið með Skerjafjörðinn í mjög markvissan farveg. Það væri mjög áhugavert að koma þeirri uppbygging af stað eins hratt og hægt Höfðarnir, þar liggur fyrir rammaskipulag og við erum að undirbúa viðræður þróunarfélag þar. Gufunesið, við vorum að klára hugmynda- og skipulagssamkeppni Gufunesið. Væri áhugavert að komast af stað þar og í Hraunbænum þar sem við vorum að auglýsa lýsingu. Og borgarstjóri lokið við að svara andsvari og Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar. Mér langar nú bara að ítreka þá skoðun mína. Mér finnst alveg ótrúlega merkilegt að sitja hvað eftir annað undir þessari upptalningu borgarstjóra. Það sem verið að telja upp það sem einkaaðilar og hagsmunasamtök að gera og hann notar í raun og veru til þess að einhvern veginn útskýra sín eigin verk. Þetta stenst enga skoðun. Þetta stenst enga skoðun. Og hvers vegna ekki rætt meira það hvaða verkefni borgarstjóri hefði getað verið að vinna að það sem eftir það sem liðið að kjörtímabilinu. Í fyrsta lagi vantar hundruðir félagslegra íbúða hefði átt að halda einhverja áætlun með það. Í öðru lagi verið að leika sér að tölum, fela í raun og veru hversu illa hefur verið unnið með tilfærslum. Þetta leikur á tölum til þess að bara slá ryki í augun á fólki sem telur með því að lesa tölurnar að það hefur verið meira gert en hefur verið. Þetta algjörlega búið að rekja. Svo þarf við að taka í gegn ferlana því að eins og við erum upplegað núna, þá eru miklu færri íbúðir en þarf að fara út á markaðinn
og meðal annars vegna þess að það engin leið að fylgjast með því hvað er að gerast í Reykjavík og það þarf svo sannarlega að taka til í eigin vinnubrögðum hjá til dæmis byggingafulltrúa. Þá Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að koma upp andsvörum, borgarstjóri svara andsvörum. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér bæði kvartað yfir því að verið sé að veita yfirlit yfir það sem á skipulagsstigi og það sem á lóðaúthlutunarstigi og það sem á bingastigi og síðan það gagnrýnt að það sé alltaf að vera að veita að það vant alveg yfirlit yfir þessa hluti vegna þess að umræðan verði algjört rugl. Og ég sammála þessu síðasta, umræðan verður algjört rugl ef að markmiðin fyrst og fremst að tala hlutina ekki eins og verið að vinna þá heldur út frá einhverju öðru. Það lykil þáttur í húsnæðisstefnu borgarinnar að vinna með samstarfsaðilum. Þannig að sjálfsögðu þegar við erum að tala stúdentaíbúðir þá rekjum við það hvað samstarfsaðilar okkar á því sviði að byggja af stúdentaíbúðum og minnihlutinn á ekki vera viðkomi fyrir því að það sé verið að tvöfalda fjölda stúdentaíbúða heldur fagna því. En nei, þá komið upp og gagnrýnt að það sé verið að þylja upp hvað Félagsstofnun stúdenta, byggingafélag námsmanna á Háskólanum í Reykjavík að byggja af stúdentaíbúðum. En ef við ætlum að fjalla uppbyggingu og heilbrigðis húsnæðismarkaðar, þá verður að taka alla þætti með. Líka stúdenta, líka búseturéttaríbúðir og félagslegar íbúðir, sjálfsögðu. Það borgarstjóri lokið við að svara andsvari og öðru sinni kemur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir og veitir andsvar. Ja, gott að heyra að borgarstjóri viðurkennir að það sé eitthvað rugl í gangi. Því að þá erum við sammála það að það hefði auðvitað átt að fara fyrir að vinna það. Það alveg með ólíkindum að það sé ennþá verið að telja hér hversu margar íbúðir að fara á markaðinn með einhvern veginn með því að vera að keyra í bílum og telja handvist. Þetta það sem borgarstjórar að bjóða upp á, þetta eru ferlarnir, þetta það sem svona vinnubrögðin í Reykjavík. Það samt 2017. Og við erum búin að samþykkja hér einhverja upplýsingastefnur og ég veit ekki hvað og hvað, eins og við séum mjög framalega í upplýsingatæknimálum. Ég fæ ekki annars í að viðtölum mínum við þá sem að fylgjast með þessu, að þessi mál séu í algjörum ólestri og það skrifast bara á meirihlutann í Reykjavík. Þá Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið við andsvör og borgarstjóri svara öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heyri ekki betur en að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir sé hér að gagnrýna vinnubrögð Samtaka iðnaðarins við að meta hvað mikið verið að byggja á höfuðborgarsvæðinu. En aðferð Samtaka iðnaðarins einmitt það að keyra svona á milli og telja. Þeir telja þetta vera bestu aðferðina. Við styðumst meira við tölur byggingafulltrúa og síðan styðumst við tölur það sem búið að samþykkja í deiliskipulagi og það hvað mikið af lóðum úthlutað. Ég held að ekkert eitt í þessu sé rétt. Ég held að þurfa að horfa á allar þessar aðferðir þegar verið að meta hvað mikið í gangi. En við erum einmitt með árlega fundi til þess að fara yfir stöðuna hverju sinni vegna þess að vantaði þetta yfirlit hér á árunum fyrir hrun, þannig að enginn vissi hvað aðrir væri að gera. Enginn vissi hvað aðrir væri að gera. Við erum líka búin að koma upp gagnagrunni með öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu gegnum SSH og erum að færa okkur nær því að veita rauntíma upplýsingar í gegnum embætti byggingafulltrúa. Og borgarfulltrúar ætti ekki bara að fagna þessu, heldur verða að þola það að það sé veitt staðgott yfirlit yfir hvað á skipulagsstigi, hvað á úthlutunarstigi og hvað á uppbyggingarstigi. Það verður að hafa allt þetta undir. Þá þessari lotu og andsvara lokið en forseti hefur veitt Áslaugu Maríu Friðriksdóttur leyfi til að gera stutta athugasemd. Forseti, borgarfulltrúar, Samtök iðnaðarins nota þessa aðferð vegna þess að upplýsingarnar sem berast frá borginni eru ekki betri. Þær eru ekki betri að þeim ekki treystandi. Þess vegna nú aðferðin svo notuð. Svo alveg merkilegt að heyra hvað alltaf jákvætt í framtíðinni hjá borgarstjóra. Hins vegar ekki hægt að segja að hann geti státað því að hafa það sem hann hefur gert sé svo jákvætt. En það vantar ekki að það alltaf mjög bjart framundan þó ekki standist hér og nú. Þá svarar borgarstjóri stuttu athugasemdinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er ástæða fyrir því að þessi meirihluti hefur lagt svona mikil áherslu á húsnæðismál. Það er ástæða fyrir því. Við komum út úr algjöru frosti á byggingamarkaði og
svörin og leiðirnar sem að Sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á var að láta markaðinn þetta. Nú GAMMA komið fram og þá á borgin að hætta að vera að skipta sér að. Þetta var sýnin sem hér var haldið fram. Því var mótmælt harðlega. Að verið var að vinna með félögum sem var ekki rekin í hagnaðarskyni vegna þess að það veri bara einhver vinstri bábilja að vinna með þeim því að markaðurinn gæti leyst þetta. Ég segi bara, það að Guði sé lof fyrir það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið við völd hér undanfarin ár. Það væru ekki á borðinu 3700 staðfest áform uppbyggingu í þágu fjölbreytts og heilbrigðishúsnæðismarkaðar ef að svo væri. Það þarf ekki annað en að horfa á sveitarfélögin hér í kring sem eru ekkert að þeim með áform af þessu tagi. Það bara Reykjavík sem ber þessar byrðar. Og borgarstjóri loki við stuttu athugasemdina sína sem að forseti hefur sett á 1 mínútu en borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir nýtti sér ekki fullu mínútuna en borgarstjóri gerði það. Nú var bara svo skorinort. Þið fengu bæði mínútu. Nei, we're on it. Og næst upp í andsvari borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Þetta mikil tímastjórnunartækni hérna á þessu borði núna. Forseti, borgarfulltrúar, að sjálfsögðu virkar þessi ræða borgarstjóra mjög vel fyrir þá sem ekkert þekkja til, enda virðist sama ræði með að fara ítrekka yfir sömu ræðina eins og var hérna sagt áðan að íbúðum hafi fjölgað 200 félagsbústöðum. Við hins vegar vitum betur, það eru 137 frá því ársbyrjun 2014. Það vegna þess að borgin færði úr eignarsjóðnum frá A yfir í B húsnæði sem var í fullri notkun rétt fyrir síðustu áramót. Þannig það auðvitað bara verið að leika sér að tölum með því að halda því fram. Þetta eru 137 eignir sem hefur fjölgað hjá félagsbústöðum á síðustu 3 árum og það ekki nóg. Varðandi það að minni hluti sé að þvælast fyrir, það átti einhvern ekki betur á heldur en að meiri hlutin, hann ræður hérna öllu. Og meiri hlutanum tókst einungis að úthluta 6 fjölbýlishús á lóðum með fleiri 5 íbúðum frá upphafi kjörtímabilsins til áramóta. Og það að vera alltaf að telja upp hvað á úthluta einhvern tíma seinna, eins og þegar í loksins vekk svar eftir hvað 8 eða 12 vikur í fyrra, hvað borgin væri búin að úthluta fjölbýlishús á lóðum, að þá kom skýrt fram að þessu missar og næsta ætti að úthluta 1200 fjölbýlishús á lóðum með fleiri 5 íbúðum. Og hvað hefur gerst? Það var engra þessar lóð úthluta á síðasta ári, því það var allt að gerast einhvern tíma seinna. Og þetta nákvæmlega það sem ég sagði hérna upphafi kjörtímabilsins, á lokavetri kjörtímabilsins, þá mun borgarstjóri loksins taka við sér og fara að gera eitthvað í fyrsta skipti frá því að þessi meirihluti og síðasti meirihluti tók hérna við og skapaði húsnæðisvandann sem í borginni í dag. Þá Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að veita andsvar og andsvar að svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það gott að geta glatt borgarfulltrúan, en það má hún eiga, henni tekst vel að leyna gleði sinni. En hún virðist heltekin af ótta það sé svo mikið að fara í gang að hún sé að missa af lestinni við að koma óorð á meirihlutann vegna þess að það gengur út á það að ekkert hafi verið að gerast. Borgarfulltrúinn kallaði sérstaklega eftir dæmum það á hvaða reitum minnihlutinn hefði þvælst fyrir í skipulagsmálum. Í fyrsta lagi RÚV-reit, ítrekað með mótatkvæðum og málsmeðferðartillögum. Í öðru lagi varðandi búseta á Keilugranda. Í þriðja lagi varðandi Vesturbugt sem minnihlutinn vildi nú alls ekki að færi fyrir lágtekjuhópa, heldur bara fyrir þá sem að mest hefðu efnin. Hlíðarenda, ég var að ræða það, 600 íbúðir þar sem meirihlutinn hefur markvisst þvælst fyrir. Kirkjusandsreitur, sama saga og þá erum við ekki einu sinni farin að ræða stúndagarðana í Brautarholti og Vatnsmýri. Þá borgarstjóri lokið við að svara andsvari og öðru sinni kemur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir upp í andsvör. Forseti, borgarfulltrúar, þetta auðvitað bara fyndið að hlusta á þetta. Hvernig minnihluti getur þvælst fyrir þegar meirihlutinn ákveður að lasa saman. RÚV, sem var kynnt, uppbyggingarverkefni borgarinnar, Reykjavíkurhúsin sem hafa ekki ennþá orðið til, sem búið að tala í mörg ár.
þar sem upphaflega átti að vera 40 íbúðir dreifðar svæði á vegum borgarinnar pluss 5% kaupréttur á félagsbústöðum. Hvað gerist síðan? Nei, það tókst ekki á borginni að hafa þetta dreift svæðið, heldur átti að vera 40 í sama húsinu. Það gekk ekki. Þannig að borgin afsalaði sér megnin af þessu og getur fengið 15 byggingarétt af 15 íbúðum pluss kaupréttin af félagsbústaðaíbúðunum sem átti að vera. Þarna samdi borgin af sér. Hvað var borgað í byggingaréttargjald þarna á Rúflóðinni? Var ekki talað um að það ætti að vera innviðagjald og það var hætt við. Búseti, eina sem að minnihlutinn hefur í Framsóknar- og flugvallavinnu, við viljum fá að vita verðmat á þessum lóðum sem er verið að úthluta. Því að búseti er ekki bara fyrir tekjulóða, það eru líka fólk með yfir eign á tekjumörk sem eiga í því félögum, munu þar af leiðandi eiga þessar lóðir sem borgarstjóri eru að úthluta, fáum vildavinnum borgarinnar. Vesturbugtin sem er búin að vera endalaust hvenær koma tilboðin í það? Og það var ágætt hvort að borgarstjóri myndi upplýsa, eru tilboðin komin í Vesturbugtina? Og hvað er það á fermetri? Það er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að koma upp í andsvar öðru sinn og borgarstjóri svarar. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, hér var greinilega snert á einhverjum viðkvæmum strengjum og farið að tala um vildarvini borgarstjóra og vildarvini borgarstjórnarmeirihlutans. Og hverju ætli þessi vildarvini séu? Jú, það eru námsmennirnir í landinu. Það eru þeir sem minnstar hafa tekjurnar. Það eru þeir sem að kjósa að búa í búseturétti. Það eru breiðu bökin, það eru vildavininir. Og þegar við höfum farið vissulega á dýrum stöðum og sagt, hér viljum við blanda, hér á ekki bara efnaðasta fólki að vera í stórum og dýrum íbúðum, heldur líka þeir sem hafa minni efni og stúdentar, að þá höfum við verið gagnrýnd fyrir það að taka ekki bara hæsta verð. Taka ekki bara hæsta verð, heldur hafa félagslega sýn á það að blanda í öll hverfi og allar lóðir. Það er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að hendur okkar voru bundnar varðandi RÚV-reit, en það var vegna þess að samningur RÚV þann reit var þannig að það var erfiðar að koma samningsmarkmiðum borgarinnar sem er annars beitt á alla reiti þar heldur en annars staðar. Þessari lotu andsvara í lokið en forseti hefur veitt Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur leyfi til þess að koma stutta athugasemd sem einskorðast við mínútu. Ég ætla að biðja borgarfulltrúum að halda tímamörk. Forseti borgarfulltrúa þess að borgarstjóri skuli ekki vita hvers konar félag búseti er. En sú sem hér stendur var í stjórn þessa félags í mörg ár og það er fólk yfir eign á tekjumörkum, alveg eins og að vera fólk undir eign á tekjumörkum, þar af leiðandi hafa verið tvenns konar lán á þessum íbúðum. Borgarstjóri ætti að kynna sér þessi mál betur. Hvenær úthlutaði borgin síðast lóðum til stúdentaíbúðir? Það var í lok síðasta kjörtímabils í Brautarholtinu. Það hefur ekki verið úthlutað lóð á hálfu borgarinnar á þessu kjörtímabili. Það hefur verið skrifað undir vilyrði. Þar sem borgarstjóri dregur borð út á tún og skrifar undir vilyrði fyrir að úthluta lóðum til byggingafélags námsmanna á næstu 10 árum fyrir 300 íbúðir. Borgin hefur ekki úthlutað félagsstofnun stúdenta núna neinni lóð. Að minnsta kosti er það ekki á listanum frá SEA yfir þær lóðir sem borgin er búin að úthluta á þessu kjörtímabili. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að veita stutta athugasemd og athugasemd veiti borgarstjóri einnig. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er mjög gott að draga þetta fram, hvernig svona hlutir eru unnir, vegna þess að þegar verið er að undirbúa stúdentaíbúðir, að þá er byrjað á því að finna land og drög að skipulag. Og síðan er gerð viljayfirlýsing til þess að aðilar geti treyst því að þeir geti sett peninga í hönnun og allan undirbúning, þannig að lóðaúthlutun kemur svipað leyti og verið er að úthluta byggingarleyfi. Og hvaða lóðir eru það sem eru þá að fara í úthlutun á þessu ári sem hafa verið í undirbúningi og búið er að skrifa undir viljayfirlýsingar um? Það er í fyrsta lagi 220 íbúðir út á Vístagarðaveit í samvinnu við Félagsstofnun stúdenta. Við höfum reyndar líka gefið vilyrði fyrir 70 íbúðum hjá Gamla Garði og allt að 160 íbúðum út í Skerjafirði. Tvennt síðarnefnda næst væntanlega ekki á þessu ári en er enga síður í undirbúningi. Varðandi Háskólinn í Reykjavík þá erum við búin að fara í gegn með skipulag og það er samþykktar í borgarráð á fimmtudaginn stúdentaíbúðir þar. Leið og það er búið að birta í B-deild þá er hægt að úthluta þeirri lóð
Þetta eru alls 370 íbúðir þar og síðan eru hinar 100 fyrir byggingafélag námsmanna upp á Kennaraháskólanum. Þannig að hafi borgarfulltrúinn alltaf að velja dæmi eitthvað sem að gengur hægt eða gengur ekki, þá er þetta afskaplega illa valið dæmi. Þá telst athugasemdum lokið og næst upp í andsvör við ræðu borgarstjóra er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, ágætur borgarstjóri og ágætur borgarstjórn. Það stingur mig mjög í þessari umræðu þegar við erum að ræða lóðaskort í Reykjavík sem að byrjaði nú samt sem áður ágætlega það að við erum sammála það held ég að það sé lóðaskortur í Reykjavík. Mér finnst borgarstjóri fara mjög hamförum í mikilli vörn við málflutning okkar minnihlutanum og ég frábið mér þegar hann talar það að við séum að þvælast fyrir skipulagstillögum á undirbúningstíma. Hann kom inn upp í ræðu áðan og nefndi ákveðin svæði þar sem við hefum verið að þvælast fyrir. En það er nú einu sinni þannig að það er hlutverk okkar borgarfulltrúa að sýna meirihlutanum aðhald og ég og borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsson sem báðar eru löglærðar höfum unnið mikið af þessu. Það er okkar markmið og keppikefli hljótur að vera alls borgar félagsins alls borgarinnar að hlutinni séu rétt gerðir borgarstjóri. Þannig að mér er bara fáránlegt að þurfa að sitja undir því að við séum að þvælast fyrir þegar eina krafa sem við erum að gera er það að samningsmarkmið sem að borginni sjálfa setja að þeim séu fylgt og lögum og reglum séu fylgt. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að koma upp í andsvör og andsvörin svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ágætt að fá svona vinsamlega ábendingu frá borgarfulltrúnum sem fyrir örfáum vikum lagði til að beðið yrði með uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á Rúfreit þar til fullkannað hefði verið hvort að leggja ætti háaleitisbraut í stokk. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari og öðru sinni kemur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi upp í andsvör. Frú forseti, ágætur borgarstjóri og borgarstjórn, sú tillaga var sett fram að það hefði gerð athugun á því, borgarstjóri, vegna þess að við erum að fara í ákveðna uppbyggingu á þessu svæði. En ef að það vil telja að allar hugmyndir sem að koma fram hjá okkur sem snúa því að hvernig við viljum sjá borgina okkar og kannski skoða hluti sem eru ekki beint inn í rammanum, ef að þetta er allt saman að þvælast fyrir háttvirtum borgarstjóra, þá spyr ég bara hvert er hlutverk minnihlutans hérna? Eigum við ekki bara að vera með í meirihlutanum? Við hljótum að geta komið fram með tillögur á þess að borgarstjóri komið upp í vörn og segja þetta sé að við séum að þvælast fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvari svarar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin spyr ef minnihlutin á ekki að setja fram alls konar tillögur til þess að þvælast fyrir meirihlutanum, til hvers er þá minnihlutin? Til hvers er þá minnihlutin? Ég hef ekki getað haldið þess að ræði betur sjálfur. Þá er borgarstjóri búinn að ég ætla að veita leyfi fyrir stuttri athugasemd. Já, bara stutt athugasemd. Borgarstjóri greinilega kýs að túlka orðin sem hér eru sögð algjörlega frjálst. Og þetta er það sem hann setur upp. Borgarstjóri, við erum búin að ræða þessi mál svo oft og það þýðir ekki alltaf að vera að fara í vörn. Borgarstjóri sjálfur og meirihlutin sér alveg og viðurkennir að það er lóðaskortur og það er húsnæðisskortur í borginni. Það væri auðvitað mjög gott að það væri fleiri borgarfulltrúar sem kæmu inn upp og ræddu þessi mál. Þetta er ekki einkamál borgarstjóra að svara fyrir þetta. Við myndið öll meirihlutann og beri ábyrgð samkvæmt því. Þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og andsvörum er lokið. Næsta mælendaskrá er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Nei.
Nei, hann baði ekki að koma upp í andsvör undir ræðu borgarstjóra. Hann var of seinn. You snooze, you lose, sagt mínu heimili. Forseti, borgarfulltrúar, við í Framsókn og flugvallavinum tökum undir tillögu Sjálfstæðisflokksins. Aðalskipulag Reykjavíkur eins og við öll þekkjum byggist á þéttingu byggðar. Báðir flokkar í minnihluta hafa ítrekað sagt það hér og því einkennilegt að það kom fram hjá borgarstjóra áðan að minnihlutin væri á móti þéttingu byggðar, sem auðvitað algjörlega út úr kortinu því ég veit ekki hversu oft við erum búin að fara yfir það hér á borgarstjórnarfundum. Hins vegar staðreyndin sú að það eru fasteignafélög og bankar sem eiga meira og minna allar þessar lóðir á þéttingarreitum í borginni. Og það gengur hægt að byggja, miklu hægar heldur en áætlanir gera ráð fyrir og það vantar nokkur þúsund íbúðir í Reykjavík. Og það nokkur ár í það að við náum í skottið á okkur í því. Þess vegna hefur minnihlutinn, bæði Framsókn og flugvallavinir og Sjálfstæðisflokkur ítrekað bent á það og lagt fram tillögur að það þurfi að fjölga byggðinni Úlfarsárdalnum vegna þess að það sé það svæði þar sem borgin á lóðirnar. Og ég vona að þetta sé nógu skýrt og borgarstjóri nái þessu loksins sem ég held að ég sé búin að segja hérna 2,5 ár. Þetta snýst ekki það að minnihlutinn sé á móti þéttingu byggðar, að minnsta kosti ekki Framsókn og flugvallavinir, heldur það að borgin á fáar lausar lóðir nema í Úlfarsárdalnum og þar getur borgin fjölga lóðum svo hægt sé að byggja, til dæmis fyrir ungt fólk sem getur ekki keypt sér húsnæði í borginni. Vegna þess að ef að meirihluti myndi einhvern tímann skoða fasteignaauglýsingarnar, bæði á vísi.is og mbl.is, þá myndi hann sjá að það lítið framboð og þegar það detta inn litlar íbúðir í borginni, nýbyggingar, þá eru þær mjög dýrar. Þannig að þetta eingöngu út af skynsemi og væntum þykir við borgarbúa og að unga fólki flytji ekki allt úr borginni sem að minnihlutinn endalaust að tala að það þurfi að fjölga íbúðunum í Úlfarsárdal. Við erum líka búin að fara yfir það margoft að unga fólki vil búa í miðbænum, en það dýrt og lóðirnar ekki í eigu borgarinnar hér. Þannig það ekki hægt. Þannig þetta snýst rök, skynsemi og rök, sem að ég vona að einhvern tímann komist á þann stað að borgarstjóri hætti að snúa út úr eins og hann virðist alltaf gera þegar umræðan byrjar Úlfarsárdalinn og þylja upp hvað aðrir að gera á dýrustu stöðunum í borginni. Og við vitum það að Vogabyggðin næsta uppbyggingarverkefni í Reykjavík og það eitt sem víst að þar verða dýrar íbúðir og við þurfum ekki að ræða það núna á þessu borgarstjórnarfundi. Varðandi til þess að hægt sé að byggja þá þurfa að vera til lóðir. Og í svari mínu þar sem ég óskaði eftir sem við ræddum hér á síðasta fundi borgarstjórnar þær lóðir sem hefur verið úthlutað hjá borginni með fleiri en 5 íbúðum á þessu kjörtímabili að þá fengi senda lista yfir það og ég ætla að lesa upp þessar lóðir, hvaða lóðir þetta eru. Á árinu 2014 var það Tryggvagata 13 sem var úthlutað, sem með fleiri 5 íbúðum. Það var ein lóð úthlutað á árinu 2015 sem í rauninni ekkert ein lóð og ekki það sem ég var að óska eftir. Heldur Mýragata 27-31, Seljavegur 1A og 1B úthlutað fyrir samtals 8 íbúðir, það að segja 4 sérbýli og 1 fjörbýli með 4 íbúðum. Þannig þetta í rauninni ekki fjölbýlishúsalóð með fleiri heldur en 5 íbúðum, en allt í lagi hafa hana með. Þetta
ein lóð á árinu 2015. Síðan eru úthlutaðar 4 lóðir af hálfu borgarinnar á árinu 2016. Og það er Kambava 5 sem er úthlutað félagsbústaða undir sambýli fyrir 6 manns sem að verður vonandi byrjað að byggja núna þá þessu ári og verður tilbúið þá væntanlega á næsta ári, ég veit ekki hvort það klárist á þessu ári. Suðurlandsbraut 68-70 sem er íbúið fyrir eldri borgara sem var reynda frágangur út af makaskiptum út á öðrum, þannig þetta er svona mörkunum að það hefur verið eingöngu á vegum borgarinnar. Síðan er það Skógarvegur 16 sem er búseti og Árskógar 1-3 sem er fyrir félag eldri borgara í Reykjavík. Þannig að þetta eru nú öll ósköpin sem búið að úthluta af lóðum, fjölbýlishús á lóðum með fleiri en 5 íbúðum eftir að þessi meirihluti tók við. Og af hverju er mér svona umhugað að vera alltaf að spyrja fjölbýlishús á lóðirnar? Það er vegna þess að einu lóðirnar sem maður er búin að sjá auglýst eftir sölu í Reykjavík á þessu kjörtímabili eru einbýlispar og raðhúsalóðir, en til þess að það sé hægt að þétta byggð og miðað við stefnuna í aðalskipulagi þá þarf að byggja fjölbýli. Og meirihlutinn hefur ekki staðið sig í því og þar af leiðandi er minnihlutinn alltaf að tala að það þurfi að fjölga lóðunum í Úlfarsárdalnum og úthluta þar fjölbýlishús á lóðum. Þjóðskrá Íslands tekur saman upplýsingar öll sveitarfélög á landinu hvað fjölgar á íbúðum hjá sveitarfélögum. Og þeir miða við ár hvert þar sem að íbúðir eru komnar á það stig að þær eru fokhaldar, það er að segja byggingarstig 4. Þjóðskrá setti núna fyrir nokkrum dögum síðan upplýsingar árið 2016 og miðað við upplýsingarnar sem að núna eru inn á Þjóðskrá þá hefur íbúðum í Reykjavík fjölgað á 7 ára tímabili 1644 íbúðir. 1644 íbúðir. Er það nema von að það vanti nokkur þúsund íbúðir í Reykjavík. Það getur vel verið að í lok þessa kjörtímabils verði byrjað að byggja eitthvað af þessum íbúðum sem eru búnar að vera á áætlun núna í nokkur ár og fasteignafélögin að fara að koma í gang. En það tekur tíma að byggja og ef að borgin ætlar sér ekki að fara að úthluta lóðum, þannig hægt sé að byggja hérna litlar íbúðir, til dæmis fyrir unga fólkið, að þá eru mörg ár í það að við náum í skottið á okkur. Mörg ár. Það mun ekki gerast á þessu kjörtímabili. Það mun kannski gerast í lok næsta kjörtímabils. Og þessar lóðir sem á núna að fara að fjölga í Úlfarsárdalnum, þær eru bara of fáar. Íbúarnir sjálfir hafa ítrekað bent á það að það verði fjölga lóðum eða skipulagt svæði fyrir ofan Mýmisbrunn. Minnihlutinn er ítrekað búinn að bóka þetta varðandi Úlfarsárdalinn. Borgin er í mikilli uppbyggingu og að fara af stað í Úlfarsárdalnum og þetta er svæði sem hægt er að nýta innviðina og líka til þess að hægt sé að standa við samningana við Fram eins og við höfum bókað í borgarráði. Þannig að umræðan sem að við í minnihlutanum fáum alltaf og afstaðan frá borgarstjóra, því það er nú yfirleitt ekki margir af borgarfulltrúunum í meirihlutanum sem að taka til máls þegar við ræðum húsnæðisvandann í borginni sem eru orðnir ansi margir fundir, að þá fáum við alltaf sömu svörin. Það er þulið upp eins og við í minnihlutanum vitum ekki hvað er að gerast hérna í borginni. Eins og við í minnihlutanum þekkjum ekki hvað fasteignafélögin og hvað fer í gegnum skipulagið og umhverfis- og skipulagsráð, þar sem við sitjum líka í minnihlutanum, sem virðist koma borgarstjóra á óvart, nema þetta séu stælarjöfnum, sem ég held að sé frekar. Við vitum nákvæmlega hvað er í gangi. Við erum búin að hlusta á sama fyrirlesturinn hjá borgarstjóra aftur og aftur og aftur og aftur. En við erum hins vegar að segja, borgin verður að úthluta lóðum svo það sé hægt að ná upp í þennan fjölda sem þarf að byggja næstu ári. Og ef við miðum við það,
að það þurfi 700 íbúðir á ári frá árinu 2010 sem hefur fjölgað 1644 og þá voru það 4900 íbúðir sem hefur þurft að vera. Og borgarstjóri veit það vel að það gengur hægt að úthluta hjá félagsbústöðum vegna þess að það lítið á markaðnum. Það erfitt að kaupa íbúðir. Og í byrjun árs voru þetta rúmlega 30 íbúðir, minni íbúðir undir 70 fermetrar sem voru til sölu í Reykjavík. Vegna þess að borgarstjóri var nú tíðrætt það áðan að Sjálfstæðisflokkurinn vildi að félög eins og Gamma myndu kaupa upp, en ef að síðasti meirihluti á síðasta kjörtímabili hefði ekki verið sofandi og haldið að nóg væri af leiguhúsnæði í borginni, eins og húsnæðisstefnan frá árinu 2011 byggir á, þá hefði þáverandi meirihluti ekki klúðra málunum svona illilega og hægt að fjölga íbúðum hjá félagsbústöðum og þá væri staðan hjá félagsbústöðum töluvert önnur heldur en í dag. En á meðan leyfði borgin öðrum, eins og til dæmis Gamma, að ryksuga hér upp markaðinn á síðasta kjörtímabili. Þannig að lítið til sölu núna. Eflaust munum við í minnihlutanum halda áfram að tala þessi mál allt til enda kjörtímabilsins og eflaust fáum við alltaf sömu ræðuna yfir okkur, þar sem þuluð upp hvað einhverjir aðrir að fara að gera og samþykktar áætlanir og hvað verður úthlutað einhvern tíma seinna, en fólk býr ekki áætlunum. Við erum búin að hlusta á þetta í 2,5 ár. Og það ekki margar íbúðir sem hafa komið út á markaðinn á þessum 2,5 ári og það skammarlegt hvað borgin búið að úthluta fáum lóðum á fyrstu 31 mánuði þessa kjörtímabils fyrir fjölbýlishús með fleiri en 5 íbúðir. Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lóki máli sínu og næstur tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur verið áhugavert að fylgjast hér með umræðum húsnæðismál hér í dag og lóðaskortinn í Reykjavík. Það hefur ótrúlegt að fylgjast með borgarstjóra hvernig hann hefur farið hér fram og aftur í umræðinni og notað alveg ótrúlega ræðubrögð til þess að slá ryki í augu þeirra sem hlýða á. Og nú gengur borgarstjóri úr salnum, leið og ég hef ræðu mína. Það slæmt og ég held að hann hefði gott af því að heyra það sem ég hef fram að færa. Og fylgjast til dæmis með því hvernig borgarstjóri reynir að tekur við þeirri gagnrýni sem beint að honum, mjög málefnalegri gagnrýni, og reynir að snúa henni upp á minnihlutann, okkur í minnihlutanum, að við sem leyfum okkur að gagnrýna hans verk og reynum að efna þetta málefnalegrar umræðu það af hverju svo komið í húsnæðismála borgarinnar, að þá reynir að snúa því upp í það að við séum á móti hinum á þessum hópum, að þeir fái íbúðir eða þeir taki þátt í að leysa húsnæðisvandann með okkur. Ég held að ég hafi svona heyrt rétt áðan að borgarstjóri komi ásakanir það að vegna gagnrýni okkar, hann einhvern veginn las það út úr því sem við höfum fram að færa, að við varum á móti samtökum stúdenta, við varum á móti samtökum iðnaðarins, við varum á móti byggingarfélögum eldri borgara og móti búsæti á, móti leigubúðum og svo framvegis. Svona rök, ef rök skyldi kalla, þetta notar svona málflutning leyfir sér aðeins rökþrótta maður að fara út í, algjörlega rökþrótta maður. Það hefur margoft komið fram í allir þeirri umræðu sem hér hefur verið með húsnæðismál hér í sölum borgarstjórnar að við í minnihlutanum, við í Sjálfstæðisflokknum, ég held ég geti sagt það um Framsókn og flugvallavinni einnig, að við styðjum fjölbreytilegar lausnir. Við viljum hafa lausnirnar í húsnæðismálum sem fjölbreytilegastar og við erum hlynnt að sjálfsögðu samstarfi við þessa aðila
hvort sem það eru stúdentar eða eldri borgarar eða búsettar eða hinir og þessir. Við höfum tekið undir margvíslega gagnrýni sem hefur komið frá samtökum iðnaðarins. Þess vegna ennþá fyndnara en ella að okkur skuli vera borið á brýn að við séum á móti þessum ágætu samtökum. En mjög skrítið að heyra þennan málflutning borgarstjóra og hvernig hann einhvern veginn kannski reynir í krafti síns embættis. Það má ekki gleyma því að borgarstjórinn, hann æðsti embættismaður borgarinnar á þess að auðvitað verið með ábyrgan málflutning. En pólitíkusinn Dagur B. Eggertsson, hann reynir í krafti síns málflutnings að búa til einhverja óvini sem ekki eru. Reynir að snúa þannig út úr orðum okkar eins og við sem að móti þessum hópum. Það algjörlega fjarri öllum sanni. Við höfum hvað eftir annað tala fyrir því að borgin eigi að vera í góðu sambandi við alla þessa hópa og við höfum meira að segja bara reglulega óska eftir því að þessir hópar þeir fái betri lóðafyrirgreiðslu frá hendi borgarinnar heldur en þessir hópar hafa fengið. Ég get nefnt sem dæmi byggingafélög eldri borgara, þetta eru nú nokkur félög og hafa sinnt mjög merkilegu hlutverki hér í húsnæðismálum í borginni. Við erum mjög heppin að hafa slík kröftug sambönd starfandi hjá okkur. Það var ætli hafi ekki verið undir forgangu Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma, undir forystu hans sem samstarfið þessi samtök byrjuðu og ég held að menn hafi, og ekkert sérmál Sjálfstæðisflokksins endilega, ég held að bara allir flokkar hafi nú verið hlynntir þessu svona í grunninn og það hefur verið mikil og öflug uppbygging á vegum þeirra. Ég held til dæmis að ég geti trúað því að þau þeirra sem eru öflugust, sem eru sennilega félag eldri borgara og samtök aldraðra, allir sé ekki komin yfir eða yfir 1000 íbúðir sem þessi samtök hafa byggt samtals í borginni. En á síðasta kjörtímabili þá fengu þessi samtök engri nýrri lóð úthlutað þrátt fyrir þrábeiðni þar og það var ekki eins og það var ekki til lóðir, það var til land og lóðir handa þeim. Það var ekki eins og þessi samtök var að biðja einhverja háa styrki úr borgarsjóði. Það besta einmitt við þessi samtök það að þau byggja á því að þeir sem eru í þessum samtökum, þeir borga raunvirði fyrir sínar íbúðir. Borgin þarf ekki að leggja fram neitt fé, nema bara það hefur verið venjan að leggja fram lóðir á gatnagerðargjaldið eða eitthvað slíkt. En það sem hefur gerst og það sem náttúrulega heppilegt við þetta það að í þessum tilvikum þá láta félagar í þessum samtökum, í flestum tilvikum það að ræða að þeir eru að selja skuldlítið eða skuldlaust húsnæði sem þeir hafa komið sér upp í lífinu og virkar kannski eins og hinn lífeyrissjóðurinn eða kannski í mörgum tilvikum kannski sem eini lífeyrissjóðurinn og þau selja skuldlaust eða skuldlítið húsnæði og borga að fullu íbúð í þjónustuhúsi eða fjölbýlishúsi sem þessi samtök hafa byggt og hæfir hentugri fyrir þennan aldur og hvað gerist þá þegar að fólki flytur í íbúðina? Jú, það gerist það losnar húsnæði á móti sem ungt fólk eftir atvikum og ef við getum sagt nýir útsvarsgreiðendur flytja inn í staðinn. Þannig að þetta algjörlega til hagsbóta bæði fyrir borgina og svo auðvitað samtökinu og þetta fólk sem flytur inn. En þarna bara eitt dæmi það að því að var illa staðið að málum á síðasta kjörtímabili þegar núverandi borgarstjóri var formaður borgarráðs og hafði svona yfirumsjón með lóðúthlutunum. Þrátt fyrir þrábeiðni þessara byggingafélaga eldri borgara, þá fengu þau ekki einustu lóð. Þau voru með byggingar, þau voru að byggja, en það byggðist á lóðum sem þau fengið vilyrðum á þar síðasta kjörtímabili þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn voru saman í meirihluta. Og það ekki alveg rétt sem borgarstjóri tönnlaðist hérna á að þegar hann tók við þá hafi hann tekið við markaði sem hafi verið í miklu frosti, hann sagði mér það, hann sagði að það hefði verið algjört frost á byggingamarkaði. Þetta bara ekki rétt. Á síðasta kjörtímabili þá voru fleiri en eitt og fleiri en 2 samtök eldri borgara sem óskuðu eftir lóðum svo þau geti byrjað að byggja og þau voru tilbúin með peningana. Það voru biðlistar eftir húsnæði hjá þeim en það var ekki hægt að úthluta í lóðum.
Og þetta er bara ein dæmisaga úr þessu kerfi, sýnir bara ákveðna skammsýni meirihlutans á síðasta kjörtímabili og þetta er svipaður meirihluti núna. Og á síðasta kjörtímabili eins og núna, því við tókum þessi mál margoft til umræðu á síðasta kjörtímabili líka, þá lék borgarstjóri, núverandi borgarstjóri lék sama leik, hann einhvern veginn þyrlaði upp moldviðri og sakaði okkur að vera á móti hinum þessum hópum og sagði að við varum einhvern veginn að spilla, gaf í skyn að við varum svona að spilla framtíðarsýninni sem væri svo frábær. Og nú er sama sagan uppi. Nú er borgarstjóri í nauðvörn vegna þess að það sem hann er lofað í kosningabaráttunni er ekki að ganga eftir, en hann vísar þá til þess að framtíðin sé rosalega björt sem sé framundan og þess vegna að treysta honum fyrir þessum málum áfram. Það stendur ekki steinn við stein í þessum málflutningi eins og hér hefur verið rakið. Mjög lítið úthlutanir á fjölbýlishúsalóðum þrátt fyrir að það sé mikið óskað eftir þeim og byggingafélög eldri borgara, þó að þau hefur fengið nokkra úrlausn sem vissulega ber að þakka, þá er langt í frá að eftirspurninni varðandi slíkar íbúðir að henni sé fullnægt. Og það er bara langt fyrir neðan virðingu borgarstjóraembættis í Reykjavík að það sé komið fram með svona ásakanir sem allir vita eru ósannar. En kannski vonast borgarstjóri til þess að ef hann notar ræðutíma með þessum hætti, þá þarf hann ekki að svara með rökum þeim ásökunum sem eru á hann borðan hérna. Og önnur ásökun sem hann hnýtur það er þetta vegna þess að við leggjum þessari tillögu áherslu á að það verði úthlutað nýjum lóðum í Ólafsárdal, að þá er okkur það einhvern veginn borið það hér á bín eins og við sem á móti þéttingu byggðar og borgarstjóri spyrir þetta aftur og aftur. Og þetta er svo furðulegt vegna þess að þetta kemur upp í hverri umræðan á fætur annarri einmitt þéttingu byggðar. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur ætíð, eða svo lengi sem ég man eftir mér, stutt þéttingu byggðar, staðið í meirihluta fyrir metnaðarfullum þéttingarverkefnum, hægt að nefna mörg dæmi um það, og hefur stutt við þéttingarverkefni, þótt að vissulega í sumum tilvikum hafi verið áherslumunur, það hefur verið áherslumunur hvers konar byggð við hefum viljað sjá og eitthvað svoleiðis, það er bara auðvitað eðlilegt að þessi slíkur munur, en stutt þéttingu, en þá leyfir borgarstjórinn sér að koma hér upp og einhvern veginn gefi í skyn að það sé annaðhvort eða, að ef að til dæmis tillaga okkar hér aukið framboð lóða og þá byggingu í Úlfarsárdal, hún því samþykkt, þá einhvern veginn að hætta við þéttingu byggðar á móti. Þetta sé svona einhvern veginn annaðhvort eða dæmi. Og það er þetta út úr öllu korti eins og við borgarfulltrúar hljótum allir að vita. Að önnur lausnin þarf ekki að útiloka hina. Og þessar tvær lausnir þurfum ekki að útiloka ennþá fleiri lausnir, kannski þriðju eða fjórðu lausnina. Þegar að íbúðamarkaðurinn í Reykjavík hefur verið í góðu horfi og auðvelt fyrir fólk að eignast íbúðir eða komast í íbúðir, þá hefur það oftar en ekki verið þannig að það hefur verið samspil hér af fjölbreytilegum lausnum sem hefur virkað saman. Samhliða úthlutunum á lóðum, við getum sagt, það hefur úthlutað lóðum, eignarlóðum, annars vegar til einstaklinga sem hafa jafnvel byggt sjálfir, svo til verktaka sem hafa byggt og selt einstaklingum. Það hefur verið félagsleg kerfi, félagslega eignaríbúðakerfið eða verkamannabústaðakerfið var mjög gott og með því var komið til móts við fjölmarga aðila sem hefðu öðrum kosti að áttu erfitt með að festa kaupa ein húsnæði, en eignuðust það með ákveðinni leið á 42 árum. Þannig að þetta hefur verið svona samspil af mörgum lausnum og það hefur Sjálfstæðisflokkurinn stutt eins og allir vita. Að sjálfsögðu styður Sjálfstæðisflokkurinn að hér byggist upp heilbrigður leigumarkaður. Að sjálfsögðu styður Sjálfstæðisflokkurinn það að við borgin efni sig í góðu samstarfi við sjálfstæð félög eða félög og verkalýðshreyfingar eða hinna þessar aðila sem vilja byggja upp húsnæði fyrir mann og veru, og þarf ekki annað en að líta bara á fortíðina, að sjá þegar að það var hvað mest byggt inn í borginni og Sjálfstæðisflokkurinn var einn í meirihluta, þá var í mjög mörgum tilvikum efnt til samstarfs við hinn og þessa aðila, reynt ef hægt var, það var ekki alltaf hægt, en reynt ef hægt var eða nóg á lóðum, þá bara fengu allir lóðir, hvort sem þeir tilheyrðu hinum hræðilega markaði eins og borgarstjóri talar eða ákveðnum félögum.
og mörg dæmi auðvitað að hér voru byggð fjölbýlishús fyrir frumkvæði stéttarfélaga og ungs fólks og alls konar félagasamtaka. Og í síðustu kosningabaráttu þá, í umræðum húsnæðismálum þá lagði Sjálfstæðisflokkurinn bara áherslu á þessa stefnu sína sem hann hafði fylgt áratugi að sjálfsögðu hér þyrfti að byggja meira, það þyrfti útluta mörgum lóðum. Við lögðum áherslu á það að lóðaskortinum yrði eitt og nóg framboð á lóðum. Svo er þetta bara samstarf við sem flesta eins og verið hefur. Þess vegna er mjög skrítið að einhvern veginn að fá borgarstjóra hér æstan upp í pontu og reyna að halda einhverjum allt öðrum hlutum fram eins og við séum bara móti slíku samstarfi við samtök eða félög sem hafa slíkar lausnir fram að færa. Og tala ekki non-profit félög, við vitum það tókst mjög vel að ég hegg að það voru þúsundir íbúða hér í Reykjavík voru byggðar af byggingafélögum sem voru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Þúsundir líka af alls konar verktökum með hagnaðarsjónarmiða en þúsundir af íbúðum ef ekki tugþúsundir sem byggðist hér upp af félögum sem byggðu án hagnaðarsjónarmiða. Sem sagt það sem byggðar voru blokkir kannski og svo var bara þegar byggingakostnaðurinn gerður upp í lokin og fólk borgaði bara kostnaðarverð fyrir íbúðirnar kannski með örlítilli þóknun til byggingafélagsins. En kannski veit borgarstjóri upp á sig skömmina því að það verður að segjast eins og að húsnæðismálin hafa alls ekki verið í góðu horfi hér á síðustu árum og hann veit upp á sig skömmina vegna hann hefur auðvitað verið áhrifamaður í að breyta því kerfi sem Sjálfstæðisflokkurinn reyndi að halda á lofti lengi vel að allir sem fengu lóðir, þeir skyldu fá útluta lóð. Auðvitað var ekki alltaf hægt að fullnægja eftirspurninni, stundum var hún nóg mikið til þess, en það var svona reynt að útluta lóðum og þéttbýli í leiðinni og það er eins og sama saga nú. Það er alveg ljóst að þéttingarsvæðin okkar, þó þau séu mörg og mörg bara ágætt, þá standa þau ekki undir þörfinni. Þau fullnægja ekki þeirri þörf sem til íbúðum og þess vegna verður fleira að koma til og þá horfum við til þess að fara í nýtt hverfi eða ný hverfi sem nú þegar tekin að byggjast og byggja upp þar. Sjálfsagt að gera það. En þegar þetta kerfi var aftengt þá var það ekki síst undir forystu Samfylkingarinnar hér í borgarstjórn á sínum tíma þegar R-listinn var í völd sem þetta var gert og var mikið óþurftaverk og þá kannski fórum við út í ákveðin vítarhring sem var farið út í ákveðin vítarhring sem borginni hefur ekki tekist að losna úr síðan og þetta var ekkert flókið, þetta var gert með því að fyrst var lóðaframboð takmarkað, meirihluti þá hafði mjög lítinn áhuga á því að horfa fram í tíman og brjóta nýtt land undir íbúðir í stórum stíl. Þannig var til lóðaskortur og síðan í framhaldinu var farið í uppboð á lóðum sem hafði margar slæmar afleiðingar í för með sér og meðal annars þær að það hækkaði húsnæðisverð öllu valdi. Auðvitað kom fleira til, þetta er ekki einu áhrifaþættirnir sem hækkuðu íbúðaverð svona til langstíma litið og það má nefna harðari byggingarreglugerðir og jafnir 90% lán og alls konar svona hluti. En með þessu hófst þetta og ég held að þetta svona á vogarskálunum hafi vegið þyngst þegar kemur að því þegar við reynum að greina það af hverju íbúðaverð í Reykjavík er orðið svona hátt eins og það er núna. Og það er nánast ómögulegt fyrir ungt fólk sem er að hefja búskap og er ekki þá með þeim meiri stuðning frá efnuðum foreldrum eitthvað slíkt að bara leið og er í námi eða er að klára námi 2 hendur tómar að koma sér án mikill erfiðismuna þaki yfir höfuðið. Og það er þetta mjög slæmt, þannig var það einu sinni í Reykjavík, það var fyrir flest vinnandi fólk var hægt að koma sér þaki yfir höfuðið og það gerði það yfirleitt af sjálfsdáðum, auðvitað með góðu láni frá ríkinu og þá var kannski meira svigrúm fyrir þá okkur borgaryfirvöld til þess að bregðast við og hjálpa sem svo sannarlega þurftu á hjálp að halda og gátu ekki sperra sig sjálfur. En því miður, þessi stefna sem Dagur B. Eggertsson borgarstjóri átti stóran þátt í að móta sínu tíma og er í grundvallaratriðum ennþá við lýði. Hún hefur því miður gert það að verkum að það hefur stórlega fækkað hlutfalli þess ungs fólk sem er að fara út á húsnæðismarkaðinn og getur
getur keypt sér fyrstu íbúð eða jafnvel reist þakk yfir höfuðið eins og var ekki ólíklegt en áður fyrr. Og þetta svona liggur í þessu og ég hygg að sé kannski út af þessu sem borgarstjóri bregst við af svona mikilli viðkvæmni og jafnvel offorsi og kemur hér með ósannindi og sakar okkur í minnihlutanum að vera á móti hinum á þessum samtökum þegar við komum fram með þessa málefnalegu gagnrýni á störf meirihlutans. Það hlýtur að vera skýringin á þessu og borgarfulltrúar góðir, þetta skilar okkur ekkert áfram að koma fram með svona ásakanir og upplýsingar sem standast ekki. Ég held að það veri miklu frekar bara fyrir meirihlutan að skoða þessi mál betur og samþykkja þessa tillögu, samþykkja bara það að auka lóðaframboð eins og hér er talað auðvitað leysast þessi mál ekki í einu vetfangi. Það tekur auðvitað nokkur ár minnsta kosti að vinda ofan af þeim vanda sem hér er fyrir hendi en þetta gæti verið kannski fyrsta skrefið til þess að gera það og gæti komið inn í starf, bara töluvert starf sem sjálfsög verið að vinna hérna í húsnæðismálum í Reykjavík og ástæður bara til að gleiðjast yfir hverri nýri íbúð sem kemur á markaðinn. En við höfum stutt ýmislegt í þeirri húsnæðisstefnu sem þessi meirihluti er þó að framfylgja, en við teljum að þetta sé kannski akkilsarhællinn, það vantar fleiri lóðir og við erum í þeirri einstöku stöðu, við lítum bara á aðra borgir í kringum okkur, talum ekki höfuðborgir, að við erum með nóg af lóðum og þá eigum við bara að nýta þær, útluta þeim, hafa rótýrar, fá nýja útvarpsgreiðendur inn í borgina, bjóða fólk velkomin til Reykjavíkur, vera bara þess vegna tilbúin að leysa húsnæðisvanda alls landsins ef að fólk vill flytjast hingað á annað borð og slá markaflugur í einu höggi og auðvelda ungu fólki að koma sér þaki yfir höfuðið eða eignast eigin íbúð, en að sjálfsögðu ekki gleyma þeim sem velja önnur úrræði eins og leiguíbúðir. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta var ótrúlega ræða sem var flutt hér. Ég vil nú viðurkenna að ég er ekki miklu nær hvað svona var verið að fara. Hér var lýst einhvers konar bjartri fortíð þar sem að nýtt land var brotið í stórum stíl og lóðir flæddu hér allt. Borgarstjóri hefur farið mjög vel yfir stöðuna eins og hún er og í hans máli kemur auðvitað fram og það er mjög skýrt að það er gríðarlega mikið í gangi og uppbygging í Reykjavík, bæði svo sem er farin á stað og svo sem er í pípunum, er auðvitað gríðarleg, enda Reykjavík vinsæll staður, það er mikil eftirspurn, hingað vill fólk flytja, hér vill fólk búa. Akkur er komið rautt ljós hérna. Ég krefst meiri tíma. Borgarfulltrúin hefur lokið. Takk fyrir. Ég hugsa mér að nýta mínar 20 mínútur. Einu í raun og veru tillögur sem hafa komið frá minnihlutanum í tengslum við húsnæðismál, svona, eða allavega það er langt fyrirferðarmestu síðustu 2,5 ár eða svo, eru að auka uppbyggingu í Úlfarsárdal og sem að hlýtur að vera einhvers konar þá sýn, einhver svona lífsstín, einhver stefna að þar séu tækifærin, þar að segja halda áfram að brjóta nýtt land og halda áfram að færa byggðina að ystu mörkum. Og við höfum, já, hér er einhver frammíköll úr sal,
sem ég heyr ekki við þig, sagður það? Örfirisey. Já, eða iðnaðarsvæðið á Örfirisey eða Hefnina. Ég reyndar man ekki alveg hvernig þær tillögur hafa hljóðað nákvæmlega sem hafa verið lagðar fram það. En allavega, aðalfókusin hefur verið á Úlfarsárdal og það fyrst og fremst til þess að gera ungu fólki sem hefur minni tekjur, minni ráðstöfunartekjur til þess að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Og ég velti aðeins fyrir mér hvort að það ég meina það eru þá hugsanlega stúdentar eða ég veit ekki alveg hvar það fólk vinnur sem að hér verið að vísa til en það eins og að þeir sem að leggja þetta fram, þeir líti þannig á að eini kostnaður, það eina sem hefur áhrif á ráðstöfunartekjur fólks, það sé húsnæðisverð. Hins vegar erum við búin að eiga hér í löngum og miklum samræðum og umræðum og erum í raun öll sammála það að ein stærsta ástæðan fyrir því að við erum að þétta byggð svo að auka hagkvæmni og auka ráðstöfunartekjur einstaklinga. Það getur vissulega þýtt það að húsnæði sé eitthvað dýrara en það á líka þýða það að til dæmis samgöngukostnaður minnki. Og í því sambandi ágætt að nefna það að til dæmis, 21 milljónar verðtryggt lán, það eru það bil 90.000 krónur á mánuði sem eru greiddar í afborganir af því láni. Rúmmiljón eða 1100.000 á ári. Það til dæmis að reka bíl, nýjan bíl sem að kostar 3,7 milljónir, keyra hann 15.000 km á ári, það kostar 1.371.000 krónur á ári, sem töluvert hærri en afborganir af þessu húsnæðisláni. Þannig að það hlýtur að vera, það væntanlega fyrsti sparnaða möguleikinni sá að koma fólki í þá aðstöðu að þurfi ekki að eiga 2 bíla. Að það þurfi ekki að borga 2.700.000 á ári í að reka bíl. Og þá ég að tala bara svona ódýran bíl. Ég meina ef við förum í bíl sem kostar 5,2 milljónir, þá kostar þetta nú hvorki meira en minna en 2,4 milljónir á ári. 2 svoleiðis bílar. Það bara 5 milljónir. Og þá vaknar spurningin, hversu mikið dýrara húsnæði getur þú keyptir ef þú getur sparað í húsnæðiskostnaði? Og hversu mikið á sig leggjandi fyrir að vera nær miðsvæði, nær vinnu, nær þjónustunni, ef þú getur sleppt því að eiga til dæmis bíl númer 2. Ég tala nú ekki bíl númer 3. Þannig að ég velti fyrir mig hvaða unga fólk það sem að þið eru að tala að eiga svona ofboðslega auðvelt með að koma sér þaki yfir höfuðið í Úlfarsárdal. Er það fólk sem að í háskóla til dæmis? Það er ekki háskóli reyndar í Úlfarsárdal og ég held að það sé engar hugmyndir uppi að svo verði. 15.000 kilometrar. Ef við keyrum 30.000 kilometra þennan bíl sem kostar 3,7 þá fer kostnaður nú bara hvorki meira en minna en upp í 1900.000 á ári. Það hægt að borga anskoti mikið af láni að leggja fyrir í 1 ár eða 2 upp í útborgun ef þú getur sleppt þessum seinni bíl. Ég tala nú ekki ef þú getur sleppt alvega bíl. Það nú kannski ekki raunhæft á Íslandi. Og ekkert sérstaklega eftirsóknarvert kannski, að gott eiga bíl, að þeir bílar eru frábærir til þess sem að þeir passa í. Þannig að spurningin mesta hjálpin fyrir ungt fólk að koma því eins nálægt jaðri borgarinnar og mögulegt er það mesta fjárhagslega aðstoðin sem að við getum veitt hér, borgarstjórn? Eða það með þeirri stefnu sem við höfum verið að keyra, að bæta hér almenningssamgöngur, þétta byggð, koma hér upp borgarlínu, skilvirkum,
almenningssamgöngur sem geta flutt mikið magn af fólki á stuttum tíma. Og mér hefur fundist örla á því hér í umræðum að til dæmis borgarfulltrúinn hér sem var að lýsa henni björtu fortíð, hann var hér að lýsa uppbyggingu á litlu krúttlegu þorpi. Litlu krúttlegu þorpi. Og þar búum við ekki lengur, við búum ekki í litlu krúttlegu þorpi, við erum að byggja hérna mjög spennandi og skemmtilega borg sem bara á pari við mjög margar athyglisverðar, spennandi, skemmtilega borgir bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. 200.000 manns, 300.000 manns kannski. Ef að höfuðborgarsvæðið allt tekið, þá erum við bara ágætis borg á evrópska vísu. Það sem okkur vantar hér hins vegar, aðal ókosturinn við okkar fyrirkomulag að við erum dreifð út hvippinn og hvappinn. Við erum á allt of stóru svæði, við erum á allt of mörgum ferkílómetrum. Þannig að það engin lausn í því að bæta við nokkrum lóðum í útmörkum borgarinn. Það engin lausn. Lausnin svo sem við höfum verið að vinna í. Lausnin í Skerjafirði. Lausnin í Vogabyggð. Lausnin á Ártúnshöfðanum. Þetta eru raunverulegu lausnirnar. Hitt svona quick fix sem í raun og veru eykur ekki ráðstöfunartekjur þeirra sem kemur sér þar fyrir að nokkru magni. Þannig að mér finnst og einhvern veginn koma hér og kvenka sér yfir því að borgarstjóri sé með sinn skít af hreinu, svo ég leyfi mér nú bara að tala íslensku hér. Það alltaf ótrúlegt. Lýsa bjartri fortíð og kvenka sér yfir því að menn séu með á hreinu hvað í gangi og hvað sé verið að gera. Og það sé gríðarleg uppbygging í gangi. Og vissulega Reykjavíkurborg, bara svo að ég svari því borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, við erum að bjóða við erum að taka hitann og þungan af allri húsnæðisuppbyggingu á landinu á okkur hér í Reykjavík. Svoleiðis það bara, það einfalt mál. Hitann og þungan af allri uppbyggingu. Og þannig mun það verða á næstu árum. 40-50%, 60, hugsanlega 55-60 þegar mest lætur af húsnæðistörfinu á landinu. Þannig að eins ágætt og þetta nú að vilja auka byggð í Úlfarsárdal sem við höfum reyndar lagt til að sé gert og það kemur kannski að Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, komi hér á eftir og fann aðeins yfir þau mál. Við erum vissulega að leggja til að það sé aukið aðeins við byggð upp í Úlfarsárdal og ekkert aðeins, bara töluvert. En það engin töfralausn ein og sér. Lausnin liggur í öllum þessum miklu áformum sem borgarstjóri hefur farið hér yfir. Og ég ítreka bara að ef við ætlum einungis að líta húsnæðiskostnað og ekki að taka neitt inn í til dæmis samgöngukostnaðinn, þá erum við á miklum villigötum. Miklum villigötum. En ég vona að fólk svona sjáu aðeins ljósið í þessu, því að það auðvitað svoleiðis að framtíðin nokkuð björt. Þrátt fyrir allt, því að það eru hér ýmsir reitir innan borgarmarkanna sem geta borið mjög mikið af húsnæði. Það getur mikið af fólki búið. Og við erum auðvitað þannig, þessi borg auðvitað þannig að hún mjög gisin. Hún gríðarlega gisin. Landrými ekkert sérstaklega vel nýtt. Þannig að tækifærin eru mýmörg. En það auðvitað eitthvað sem við erum að vinna yfir miklu lengri tíma og við sjáum það náttúrulega best í hverfisskipulaginu hversu gríðarlegi möguleikar eru á uppbyggingur hér innan vestan Elliðaár bara til dæmis og síðan upp í Breiðholt og Árbæ. Þannig að, og við hefum Gráain eftir, það engin smá tækifæri þar, þannig mjög gisinn Gráaárin. Þannig að tækifærin eru mörg en þetta tekur allt sinn tíma. Hins vegar, eins og borgarstjóri hefur farið vel yfir, þá liggja hér fyrir gríðarlega umsvifamikil plön og við eigum að leysa þetta þar.
Við eigum ekki að fara bara í gömlu, ódýru, auðveldu aðferðina að brjóta nýtt land hér upp til heiða. Það er ekki lausn, það er engin langtíma lausn. En varðandi þessar tillögu þá ætla ég nú bara að leyfa mér að leggja til að við vísum henni í borgarráð og skoðum hana aðeins betur. Takk fyrir. Þá er Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvör og fyrst til þess er Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Nei, 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og Guðfinna fyrst. Forseti borgarfulltrúar, já, að unga fólkið hafi efni á því að reka 2 bíla 5 milljónir á ári. Það er ekki það unga fólk sem ég þekki. En þessar tölur auðvitað, ég held að ungt fólk hafi ekki efni á svona bílakostnaði vegna þess að þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því unga fólki. Það getur keypt sig hvað sem er. Hins vegar, það sem að borgarfulltrúinn Ásbjörn Blöndal sagði áðan, að eina tillaga minnihlutan sé svo að auka byggðina Úlfarsárdal. Og svo ítreki það eina ferðina en þá er það vegna þess að borgin á landi þar vegna þess að það er verið að byggja núna og við höfum ekkert á móti þéttingu byggðar og það sem að verið er að byggja í borginni. Það er bara búið að taka allt of langa tíma og þetta eru ekki íbúðurnar sem unga fólki okkar hefur efni á því að kaupa. Og það sést að fasteignaauglýsingunum þegar eitthvað af þessum íbúðum kemur á markaðinn, þar er ekki margar komnar á markaðinn en nokkrar þeirra voru á markaðnum fyrir nokkrum mánuðum síðan og þær eru mjög dýrar. Og ég efast að borgarfulltrúar hafa einu sinni efni á því að kaupa sér það, hvað þá unga fólkið. Og það var svolítið svona innihaldið, þetta að vera spennandi og skemmtileg borg. Og ég er alveg sammála því að þegar að búið verður að klára þessu uppbyggingu sem er í gangi, þá verður Reykjavík mjög spennandi og skemmtileg borg, hipp og cool. En það hafa bara ekkert allir efni á því að búa í borginni og meðal annars ekki unga fólkið. Það verður kannski þegar búið verður að klára þetta uppbyggingu eftir meira en 5 eða 10 ár að það verður komnar þegar að framboðið er orðið það mikið. En næstu árin verður eftirspurnin miklu meiri heldur en framboðið og meðan að borgin er ekki að úthluta lóðum til þess að hægt sé að byggja meðal annars fyrir unga fólkið, að þá verðum við sem vandræðum í mörg ár. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að koma upp í andsvör og andsvörin svara borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég held að það sé alveg rétt að það eru fáir ungir, til dæmis námsmenn, sem eiga 2 bíla sem kostar 5,2 milljónir. Enda var það ekki dæmið sem ég kom með. Ég kom með dæmi nýjan bíl sem kostar 2,3 milljónir, keyrður 15.000 km á ári, það kostar 1100.000 rúm að reka það. Það kostar 1100.000 að borga 20,8 milljóna verðtryggðu láni. Og hvernig á fólkið að ferðast? Hvaða samgöngukostnaði gerir þið ráð fyrir í ykkar útreikningum þegar þið segið eina lausnin fyrir fólk til að koma sér upp þaki yfir höfuðið er að fjölga lóðum í Úlfarsárdal? Er engin samgöngukostnaður? Það gengur ekki alveg upp. Þá verður Sigurður Björn Blöndal lokið við að svara andsvari. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi beðið að veita ræðu borgarfulltrúans andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er gaman að tala samgöngukostnað og samgöngukostnað í Úlfarsárdal. En það má benda á það að það er að fara af stað vinna við borgarlínu sem er skýrst að því að ná alla leið upp í Mosfellssveit eða Mosfellsbæ og væntanlega ef það eru haldið áfram að byggja í Úlfarsárdal og borgarfulltrúinn komin að það væri verið að auka byggingu í Úlfarsárdal, kalla eftir útreikningu frá okkur en hann hlýtur á sjálfur að hafa gert útreikninga hvernig þeir íbúar sem eru að bætast í Úlfarsárdal sem meirihlutin og minnihlutin eru sammála hvernig þeir eru að ferðast. Nú, væntanlega þá með borgarlínu, ég ætla að vona að borgarfulltrúinn hafi ekki svo litla trú sjálfur á borgarlínunni að hann treysti henni ekki fyrir því að leysa samgönguvandamál þeirra sem vilja ferðast með almennum samgöngum í staðinn fyrir að keyra bíl. Ég hef minnst trú í því að bættar almennir samgöngur við eystri hverfin og þá Úlfarsárdal með talinn
gætu leyst ýmsan vanda þar. Ég hef að minnsta kosti þá trú á almenningssamgöngum og tel þessi borgarlínuvinna kannski ekki mikið fyrir hann stað, en ég held að auðvitað vona maður að hún verði til þess að bæta almenningssamgöngunar. Þannig að mér finnst mjög skrítið einhvern veginn að Hálfbretinn hæðist að því eins og við höfum og krefið okkur að leggja fram útreikninga þessi mál þegar allir flokkar hafa samþykkt að fara í vinna að bæta almenningssamgöngur í borginni. En hins vegar get ég bara menta henni framhjálpi að bara síðasta verk þessa meirihluta í almenningssamgöngum var síðasta sumar að skerða almenningssamgöngur veistri hverfin og Úlfarsárdal þar með talin. Þannig það ekki alveg eins og þessi beinlínis verið að auðvelda fólki í þessu nýjasta hverfi borgarinnar að flytjast þangað og ferðast milli Úlfarsárdals og annarra hverfa borgarinnar þegar að almenningssamgöngunar eru þarna skertar. Það eru Kjartan Magnússon, lokið við að veita andsvör og andsvörin svara borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Jú, vissulega borgarlínan hluti á lausninni fyrir þessar byggðir, Mosfellsbæ, Úlfarsárdal, Grafarvog og hugsanlega einhverju marki. En það ekki lausn á bráðavandanum sem mér skilst að þið séu að leysa hér. Því að ég mikill bjartsýnis maður og ég mikla trú á borgarlínunni, en ég ekki alveg sannfærður að hún verði komin upp og í fullan gang á næstu 4 eða 5 árum. Kannski næstu 5 árum. Þannig að ég sé ekki alveg, þá bara hef ég misskilið tillöguna. Þá snýst tillagan sem sagt að vera að bjarga einhverjum sem að fara að byggja eða að fara sem sagt að búa eftir 5 eða 10 ár. Það getur vel verið, ég hef það bara misskilið tillöguna. Það verður það bara svo að vera. Nú varðandi þessa ágætu strætóleið sem að borgarfulltrúi nefndi hér, að þá það auðvitað þannig að vissulega það skerðing á þjónustu, en hins vegar sannleikurinn sá að leiðin var nánast, hún var ákaflega lítið notuð, satt að segja. Og auðvitað þannig að það var hægt að leysa sömu samgöngur á annan hátt með því að labba örlítið lengra. Þannig það nú. Það eru Sigurður Björn Blöndal lokið við að svara andsvara og öðru sinni kemur Kjartan Magnússon upp í andsvör. Forseti góði borgarfulltrúar, það var bara ágætt að heyra í borgarfulltrúanum Sigurði Björni Blöndal varðandi þetta. Við höfum þá færst eitthvað áfram í umræðinni. Við getum þá verið sammála það að vonandi sjáum við fram á bættaras almenningssamgöngur hér í borginni á undanförnum árum og við þessi hverfi þó að skerðingin hafi verið framkvæmd þarna síðasta sumar. En vonandi verður þjónustan bætt aftur og það svo verulega að það geti fleiri flust í hverfið og notast á og að almenningssamgöngur í raun hafi kostur fyrir þá notendur til þess að komast hana. Nú talandi að menn hafi misskilið tillögur okkar og við erum spurðir að leysa bráðavanda. Náttúrulega bestu tillögurnar hljóta að vera þær tillögur sem leysa vandann í bráð og lengd. Auðvitað það þannig að það mjög erfitt að leysa bráðavandann í húsnæðismálum. En það væri þó ákveðið skref í þá átt að leysa hann með því að samþykkja þessa tillögu og auka framboðið enn frekar. Það myndi taka nokkur ár en það þá bara best að byrja strax ef við ætlum að leysa vandann til framtíðar. Og við verðum bara að hafa það í huga og ég var ennþá við því að menn sé að stilla þessu upp sem eitthvað svona annarkort eða umræðu. Það að við viljum fjölga lóðum í Úlfarsárdal, það þýðir ekki það að við sem að móti þéttingu byggðar eitthvað svoleiðis. Við erum áfram að tala fyrir fjölbreytilegum lausnum á þessu sviði og svo erum bara að hafa það í huga. Ég var nú bara að okkur takist áfram að búa til margar lóðir og margar íbúðir miðsvæði sem við sjáum. Þetta gengur, ég held að við séum öll sammála það líka, þetta gengur hægar en við vildum að það gengi. Það bara flóknara að þétta byggði í grónum hverfum heldur en í nýjum hverfum, Úlfarsárdal. Og við getum ekki leyst allan að vanda með þéttingu byggða. Við sjáum að húsnæði hérna miðsvæði sem eru komin í gífurlega dýrt. Við sjáum að lóðir hérna að íbúðir vestast í Vesturbænum, það eru auglýstar á upp á 100 milljónum króna. Við sjáum, ég sá bara í dag, bara lítil sérhæfis Tungutu var auglýst á 55 milljónir. Ég sá 140 fermetra raðhús í Fossvoginum auglýst á 120 milljónir. Við sjáum að þetta ekki verð sem venjulegt fólk, ungt fólk með 2 hendur tómar nýkomu námi ræður við. Það ræður hins vegar frekar við lóðir sem við myndum útluta ódýrt í Úlfarsárdal
og þess vegna þörf á þeim. Þá hefur Kjartan Magnússon lokið við að veita andsvar öðru sinni og Sigurbjörn Blöndal svarar andsvari. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Hárrétt, húsnæðiskostnaður verður lægri, en það er ekkert víst að ráðstöfunartekjurnar verði meiri. Kannski verður það bara hreinlega minni. Vegna þess að það er ekki tekið inn í myndina samgöngukostnaður. Og það er bara vandamál sem virðist ekki eiga að horfast í augu við. En það er ágætt að það kom hér fram að þetta væri svona ekkert endilega skammtímalausn, þetta væri til lengri tíma, leysti einhvern smá vanda núna akkurat á þessum tímapunkti. Það er auðvitað það sem við erum að gera með þeim tillögum sem að þegar eru komna fram að fjölga íbúðum í Úlfarsárdal, þó ekki eins mikið og hér er verið að tala um. Þannig að ég veit ekki, mér finnst þessar lausnir, þessi ítrekkaði fókus á Úlfarsárdalinn sem einhvern veginn lausn allra mála, allra húsnæðismála, allri þeirri eftirspurn sem er eftir húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst hún orðið dálítið einkennileg. Ég átta mig ekki alveg á hvað er hérna í gangi. Ég velti fyrir mig hvort er hér verið að glíma við einhverja fortíð, einhver gömul loforð, einhverja flokka sem að sætta sig alls ekki við að hugmyndir sem að þeir lögðu upp fyrir 10-15 ára, þær voru bara ekki góðar. Og að þýðir ekkert að berja hausinu við stein. Ég á 15 sekúndur eftir hérna. Nei, ég setti tíman. Það þýðir ekkert að berja hausinu við stein. Það eru bara breyttir tímar. Þetta er ekki þorp lengur, þetta er borg. Og við þurfum að þétta byggð til þess að fólk eigi hér eins góð lífsskilyrði og mögulegt er. Takk fyrir. Það er forsetinn sem stýrir fundum og ákveður tímann og hann er sanngjarn. Hér var settur tími of seint af stað og forseti er með innbyggða klukku sem telur rétt. En forseti hefur veitt Kjartani Magnússon borgarfulltrúa leyfi til að gera stutt og athugasemd. Já, forseti, góður, ég verð að gera athugasemd við það að enn einu sinni kemur borgarfulltrúinn hér upp og reynir að halda þér fram og reynir að snúa sig upp í það að þetta sé lausn allra lausna sem við sem að leggja hér fram, að leggja til löggjöf og framboðið í Úlfarsárdal. Ég veit ekki hvað við höfum tekið það oft fram hér í dag, að þetta er ekki hugsuð sem eina lausnin í húsnæðismálunum. Þetta er hins vegar eina lausnunum, okkur finnst þess að lausn vanta, bara til viðbótar við allar hinnar lausnirnar. Og hér eru auðvitað margar ágætis lausnir í gangi og þær höfum við svo sannarlega stutt, en þetta er ekki eina lausnin. Samgöngukostnaðurinn, auðvitað verður að hafa þennan samgöngukostnað í huga, en hvernig reiknar maður hann? Við verum að hafa það í huga að það get ekki, þegar samgöngukostnaður reiknar, þá er það kannski reiknað með því að það verði áframhaldandi flestir vinninni í miðbæ. Og það verður ekki þannig endilega, það getur ekki verið þannig að það vinna allir í miðbæ, annaðhvort hjá ríki eða borg. Það þarf líka að huga því að atvinnuhverfin, eða semst atvinnan, hún fer miklu lítið fram í eystri hluta borgarinnar og það eru mörg fyrirtæki sem eru að flytja sig austar og sjálfsögðu fyrir það fólk sem flytjar í Úlfarsárdal og vinnur kannski rétt hjá, þá er samgöngukostnaðurinn ekki mikill. Þannig að verður að horfa á þetta frá fleiri vinklum og víðara sjónarhorni heldur en því miður fulltrúar meirihlutans gerir hér í dag. Það er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að gera stutta athugasemd og Sigurbjörn Blöndal gerir einnig stutta athugasemd. Forseti borgarfulltrúar, vil ekki setja klukkana bara í gang svo við séum ekki hérna einhverju debatti hana. Bara mikið í gangi? Takk. Það er ágætt að það er komið fram að Sjálfstæðisflokkurinn sem er að flytja þessi tillögur hér lítur þannig á að þetta sé einungis viðbót við þær mörgu og góðu tillögur sem að þegar liggja fyrir og það miklu uppbyggingu sem að liggur fyrir. Það er gott að blessað. Sjálfstæðisflokkurinn hefur gengist við því. Þetta er ekki lausn allra vandamála, langt í frá. Þetta er einungis viðbót, þetta er smávegis viðbót við annars góð áform sem er í gangi. Leysir í sjálfu sér ekki mjög mikið, en er ágætis viðbót, sérstaklega fyrir þá sem að hafa atvinnu í eystri byggðum. Og ég er sammála því að við þurfum að auka og efla uppbyggingu atvinnufyrirtækja í eystri byggðum. Það er algjörlega hárrétt. Og það er auðvitað, kemur mjög skýrt fram í aðalskipulagi að það er hugmyndin og það er hugsunin. En hér er allir meira og minna sammála þeirrisnu.
Hvert erum við komin? Já. Þá kemur Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, upp í andsvör. Andsvör við ræðu borgarfulltrúa Sigurðar Björns Blöndals sem var hér áðan, ef þið munið eftir henni. Mér langar aðeins að, forseti og borgarfulltrúi, mér langar aðeins bara rétt að stinga inn hérna staðreind sem ég held að borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal hafi ekki tekið tillit til þegar hann er að svona fara yfir það hvar sé hægt að búa og hérna hvaða ráðstöfunarfé fólk hafi eftir hvort það reki bíla og hvar það búi. Þá kom það nefnilega mjög skemmtilega fram og greinilega fram á fundi húsnæðismálum daginn hversu ofboðslega mikill munur á húsnæðisverði milli hverfa. Og þarna var hreinlega einn glæra sem æpti á mann og hún sýnir að staðsetning húsnæðis getur, það getur munað 70%. Staðsetningin skýrir 70% af verði húsnæðis milli hverfa í Reykjavík. Og þar var að tala um miðbæinn og hérna, það var miðað við Fellahverfið og svo miðbæinn og Fellahverfið og mörg önnur hverfi og þannig var farið í gegnum borgina og auðvitað önnur hverfi á höfuðborgarsvæðinu og þetta er gríðarlega hátt og ef maður tekur það inn í jöfnuna þá er ekki hægt að tala um þennan bílakostnaðarsamlegt mál. Því við erum að tala um það ef íbúð í Úlfarsárdal gæti kostað 25 milljónir, þá gæti ungt fólk í námi haft ráð á því að búa þar, jafnvel reka bíl ef að tveir búa saman, en það er ekki séns. Það er ekki séns því nær sem dregur miðbænum. Því að þar væri í raun og veru samskonar íbúð komin upp í þá 42 milljónir og langt fyrir ofan 200.000 kall að reka hana. Þannig lítur bara dæmið út og ég held að hann þurfa að taka tillit til þess að það er vegna skorts á lóðum og skorts á húsnæði í Reykjavík og vegna þess að ekki hefur tekist að þétta byggðins hratt og áætlanir stóðu til þá erum við í þessum vanda og já, það er allir sammála um það að Úlfarsárdalurinn er þá bara eitthvað sem þarf að grípa inn í og bæta við. Þetta er ekki það eina sem við getum talað um, nú erum við búin að tala um alls konar aðra hluti. Við vildum byggja upp í Örfiriseyni sem er nú hérna vestamegin, þétta byggðin enn meira og jafnvel hraðar með því leyti, með því að fara þá leið, en það var ekki nokkulega að fá ykkur til samtals um það. Það er Áslaug María Friðriksdóttir, lokið við að veita andsvör og andsvörum svara borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Já, takk fyrir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er nú gott að ég skuli vera algjörlega laus í stjórnsemi en ég verð samt að nefna að mér styrir tindar á klukkunni. Tindar. En hérna, já, ágæti borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Og þannig er það nefnilega, eins og ég rakti hér í dæminu, að 21 milljóna verðtryggt lán, þú þarft að hafa 1,1 milljón á ári til að dekka það. Og til að eiga einn bíl, og hann er nýr, sem kostar 2,3 milljónir, og keyra hann 15.000 km á ári, að þá þarft þú að hafa 1100.000 krónur á ári til að reka hann. Og hann er nýr, það er ekki verið að gera neitt við hann, skilur, ef hann er actually gamall, þá bætist við svona 300.000 kall. Þannig að það er nákvæmlega málið. Þess vegna getur þú keypt þér dýrari íbúð ef þú þarft ekki greiða eins mikið samgöngukostnað. Ég er að taka þetta sem dæmi og ég þekki þetta mjög vel á eigin skinni varðandi mismunandi húsnæðisverð milli hverfa því að fyrir einhverjum 2-3 árum að þá til dæmis flutti ég úr Vesturbæ og ég fór nú ekki lengra hérna inn á Teiga. Og ég segi bara svo, ég er stórgræddi á því. Stórgræddi. En sannleikurinn er sá að þar er ég alveg gríðarlega vel staðsettur gagnvart samgöngum.
gríðarlega vel staðsettur og Kirkjusandurinn verður náttúrulega algjörlega brilljant svæði, til dæmis fyrir ungt fólk. Skerjafjörðurinn hérna, hann væri algjörlega brilljant svæði fyrir ungt fólk. Algjörlega brilljant. Þannig að, og lausnin auðvitað að hluta til að tryggja það að þarna sé blandað framboð íbúða, bæði á leigumarkaði, hæfilega stórra sem að fólk getur keypt fyrir þær þarfir sína fjölskyldustærð og það getur hugsanlega lagt aðeins meira í kaup á íbúðinni eða það ekki að borga svona háan samgöngukostnað. Það pointið í minni ræðu. Hefur Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi svara andsvari og öðru sinni kemur Áslaug María Friðriksdóttir upp í andsvör. Þetta er bara svona andsvara veisla. Forseti borgarfulltrúar, já, ég bara, mér finnst þetta bara ágætis svar hjá borgarfulltrúa Sigurði Birni Blöndal. Allt sem hann að segja er bara rétt, það er bara rosalega fínt að maður græðir ef maður fyrir fjármiðbænum og það verður örugglega æðislegt að vera þegar hverfin byggjast upp. Það sem við erum bara að benda á, það hefur gerst of seint, það þarf viðbót strax, það þarf að gera eitthvað. Og okkur finnst einhvern veginn eins og það hafi ekki gerst. Síðan spyr ég, og ég skil ekki hvaðan þú færð rekstrarkostnaðinn á bifreiðinni. Mér finnst þetta svo allt á hátt með það sem ég hef verið að borga. Já, þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að koma upp í andsvar öðru sinni og svarar andsvörum, gjörðu svo vel, Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Takk fyrir, forseti ágætu borgarfulltrúar. Já, það ég ætla nú fyrst að þakka Áslaugu Maríu Friðriksdóttur borgarfulltrúa fyrir að segja allt sem ég hef sagt sér rétt. Og hún er þá ein af 3 manneskjum í heiminum sem að hugsa þannig, það er hún og sinni mín. Þeir gáðu mig ból í afmælisgjöf sem stóð á I may not always be right, but I'm never wrong. Þetta er svona svipað, en mikið til í því. Kostnaðinn varðandi rekstur á bílnum, það fæ ég frá hérna ágæta félagi íslenskra bifreiðaeigenda, FIB, heimasíðu þeirra. Veit ekki hvort það eru áreiðanlegar upplýsingar, þið getið kannski sagt mér að betur, þeir eru tengdari því félagi heldur en ég. Jæja, þá telst andsvörum lokið og næstur tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Ég verð að viðurkenna það að núna þegar 2 tímar rúmir eru liðnir að þessum umræðum að þá er ég orðinn aðeins ruglaður að því leyti að á tímabili virtust allir vera mjög ósammála en svo finnst mér einhvern veginn allir séu í stórum dráttum algjörlega sammála. Og það sem mér finnst merkilegt er að heyra það hjá okkur ágætu vinum í minnihlutunum að þeir eru algjörlega sammála okkur í þéttingarstefnunni. Það hefur ekki alltaf verið þannig að því einu sinni var þetta flokkspólitískt deilumál og sem að ég á erfitt með að skilja af hverju þurfti að vera þannig en það var þannig en það er sem sliðin tíð og það var fagnaðarefni. Og ég ætla líka að segja það að hafandi verið í umhverfis- og skipulagsráði alllengi og núna á þessu kjörtímabili að þá finnst mér yfirleitt að hafa gengið alveg ágætlega að vinna með fulltrúum minnihlutans þar og ég hef mitt orðið var við það að þeir eru bara algjörlega sammála okkar stefnu í þessu. Þó að það megi vissulega nefna eins og borgarstjóri gerði einstakar reiti eins og stúdentuíbúðirnar við Brautarholt og eitthvað svona það sem er svona sérkennileg kergja í gangi en í stórum dráttum að þá hef ég oft verið mjög ánægður með það hvað minnihlutinn hefur tekið vel undir til dæmis uppbyggingu við rúfreit og fleiri góða reiti. Þannig að það er bara mjög gott og en síðan einhvern veginn er eins og þegar komið í borgarstjórasalinn að þá fara menn í einhvern annan gír og það er kannski allt í lagi með það að því að borgarstjórnin er ju hugsuð sem vettvangur fyrir debatt svo í sletti og það er bara fínt að heyra það. En mér langaði að nefna málan á þessum fundi, aðeins að upplýsa fundamenn það þar að segja Úlfarsárdalshverfið af því að mér finnst allavega fannst eins og í ræðum sumra
málshefjanda mátti skilja sem svo að það væri engar fyrirhugaðar uppbyggingar þar, en það er þvert á móti. Það er núna langt komin vinna við deiliskipulag sem að gerir ráð fyrir talsverðri fjölgun íbúða. Mér minnir að núverandi deiliskipulag gerir ráð fyrir 690 íbúðum. En þessi deiliskipulagstillaga sem er í vinnslu nota bene, hún gerir ráð fyrir 1330 íbúðum. Og þetta er rauninni tvískipti, annars vegar er verið að bæta við íbúðum í hinu eiginlega byggðahverfi sem við þekkjum. Og það er reyndar dálítið merkileg saga því að þar var upphaflega gert ráð fyrir rúmlega 900 íbúðum, en síðan sem sagt í valdatíð Framsóknar og Sjálfstæðisflokks þá var þeim íbúðum fækkað úr 905 eða 10 í 695. Þeim var fækkað um 210 íbúðir. Þannig að það var nú framlag þessara flokka þá, að því að þeir hefðu ekki trú, held ég, á fjölbýlishúsaforminu í úthverfi. Og það er alveg rök fyrir því, en þess vegna finnst mér, sem sagt, finnst mér aðeins skipt skoðun í þessu máli. En þá er þetta þannig að það mun fjölga 200 íbúðir sirka, eða rúmlega það er endar þarna í suðurhlíðum Úlfarsárdalsins. Norðurhlíðum, þessum hlíðum sem snúa til suður, skulum við segja, og síðan ofan Skyggnisbrautar, þar er gert ráð fyrir að komi 360 íbúðir. Þannig að þetta er nú talsverð fjölgun úr tæplega 700 í 1330 íbúðir, og ég myndi segja að það væri nú bara alveg ágætis skref til að byrja með, og við ættum að fara mjög varlega í stórtæka stækkun á slíkum úthverfum. Þetta hefur verið kynnt íbúum á íbúafundi sem var haldinn ágætur í nóvember, og ég var ekki var við annað en öllum lítist vel á því að fólk gerir sér grein fyrir því að það þarf ákveðið bakland til þess að reka góðan og sterkan skóla til lengri tíma. Þannig er nú það, þannig að ég á dálítið erfitt með að falla þessu tillögu sem liggur hér fyrir að það sé eitthvað aðkallandi að taka ennþá stærri skref þarna. Og ég bendi líka á eitt galla við það þegar er byggð sífellt ný úthverfi, að þá erum við líka að ganga á rétt þeirra eða við getum kallað lífsgæði þeirra sem að vildu búa í úthverfi og þá í næsta nágrenni við náttúruna. Það eru lífsgæði sem að margir kjósa sér, en ef þú byggir nýja byggð utan úthverfisins, að þá verður úthverfa innhverfi og þá fer umferðin í gegnum þetta fyrrverandi úthverfi. Og við þekkjum það alveg úr sögunni að það vekur ekki alltaf mikla lukku. Að öðru leyti vil ég segja það að við langar aðeins að koma inn á það sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði, og ég var ánægður með það sem að hann sagði af því leyti að því mér fannst hann vera að styðja þessi þéttingar áform, og ég hef svo sem aldrei talið það að hann var eitthvað sérstaklega á móti í. En hins vegar þegar menn tala um þessi bæði hægt að þétta og dreifa, að því mér fannst að mætti skilja orð hans þannig að þá er hins vegar ekki sammála því, að því að það þarf heilmikið átak, það verður alls það verið sýnt að sem að byggðin eru sett vaxtarmörk, í Bandaríkjunum er þetta kallað Urban Growth Boundaries, borgin Portland var fyrst til að setja slík mörk, að þá þurfa menn að vera dálítið skýrir á því að þeir ætli sér að standa við það, en ekki láta alltaf byggðin að leka út. Og ég held að vegna þess að menn voru ekki alveg nógu skýrir með þá stefnu hér áður fyrir, að því það er langt síðan að þessi þéttingarstefna kom upp í raun og veru, að sem sagt byggðin eða vaxtamörk byggðarinnar voru ekki nógu skýr. Mér finnst aðeins líka, ég ætla að gera bara smá, það er eitt sem ég á smá erfitt með að átta mig á því að í umræðinni hér áðan, og það er verið að tala um að það sé allt og dýrt húsnæði og svo framvegis, að því að mér minnistæð umræða sem átti sér stað hérna Vesturbuktina, þar sem að við tókumst á það hvort að það væri réttlætanlegt að vera þar með helming þeirra 150 íbúða sem að þar stendur til að byggja á félagslegum forsendum. Þá nefnilega féllu þau orða að slíkar íbúðir mætti byggja einhver staðar annar staðar. Ég endurtek einhver staðar annar staðar.
Það var sagt orðrétt. Og að því að það væri svo mikilvægt að selja þessar íbúðir á allra hæsta markaðsverði. Þannig að þá var ekki verið að spá í það að hafa lágt verð á íbúðunum, nei, þess á móti hafa sem allra hæst verð á íbúðunum á landi sem Reykjavíkurborg á þó og getur þess vegna haft heilmikið að segja verðlagningu. Þannig að mér finnst þarna vera smá mótsögn, en ætla ekki að gera neitt mjög mikið úr því. En svo ætlaði ég að segja, nefna hér og telja svolítið upp. Það er svona svolítið, virkar kannski svo abstrakt ljóð. Og það er Brynjureitur, 77 litlar íbúðir, Frakkastigsreitur, 68 blandaðir íbúðir, Barónsreitur 70 blandaðir íbúðir, Austurhöfn 70 íbúðir, örugglega fyrir forríkt fólk, Búseti Einholt, Þverholt 210 íbúðir blandaðar, Íbúðaturnu Höfða 60 íbúðir, Lýsistreitur 130 íbúðir, Hlíðarendi 600 íbúðir. Þetta er samanlagt, ef mér bregst ekki reikningslistin, 1400 íbúðir. Það er verið að byggja þetta núna. Gröfurnar að starfa núna. Móta uppsláttamennirnir að slá upp veggjunum núna. Það er verið að byggja þessar 14 íbúðir nákvæmlega núna. Og talandi íbúðir fyrir ungt fólk, að þá náttúrulega nokkuð stór hópur hér í okkar þjóðfélagi sem alltaf að verða mentar og mentar stúdentar. Og það stendur fyrir dyrum að byggja, það verður reyndar þegar komið fram 220 íbúðir á Vísindagarðareit, 100 íbúðir við Bólstaðarhlíðina, við Kennaraháskólanum, 300 íbúðir við HR og þannig að þetta er 620 íbúðir, hið minnsta. Þannig að það er nú ansi stórt framlag til uppbyggingar íbúðar fyrir ungt fólk miðsvæðis. Og svo ætla ég líka að segja það að mér finnst fráleitt að því mér fannst hér falla fráleitt neikvæð orð það hvernig borgarstjórinn hefur staðið sig í þessum húsnæðismálum. Hann verður mínum að þetta staðið sig algjörlega frábærlega vel, unnið að þessu dag og nótt, ég þekki það sjálfur, og ég ætla líka að gera svo djarfur að samningsmarkmið Reykjavíkurborgar sem voru samþykkt í borgarráði í október eða nóvember 2014 séu sögulegt plagg. Því að þar er gert ráð fyrir, svo ég með leyfi forseta telji það bara upp, þar er sem sagt gert ráð fyrir að það eru eftirfarandi liðir að það verði til gott borgarskipulag með þeim áherslum sem koma fram í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030. 1. Áherslu á fjölbreytileika í stærð og gerð íbúa, 2. Áherslu á gæðasvæði og gott umhverfi, 3. Áherslu lögð á að varðveita staðarand og yfirbragð byggðar. B. Að land og innviðir borgarinnar verði nýttir sem allra best, C. Að stofnkostnaður innviða fyrir uppbyggingarsvæði verði greiddur með fjármunum sem fást af uppbyggingunni. Og þetta er kannski eitt merkilegasta og mikilvægasta ákvæði samningsmarkmiðana, nefnilega að þeir sem að fá afhent gríðarlega verðmæta byggingar möguleika, og það er alveg sérstaklega á það við stóru svæðinu sem Vogabyggð, Kirkjusand og fleiri svæði, að þeir, hvernig maður orðið þetta, þeir hirði ekki hagnaðinn aleinir, heldur að hluti af hagnaðinum renni til að byggja upp innviði í hverfunum, svo að þeim kostnaði sé ekki dreift og allt samfélagið. Og ég myndi segja að þetta sé frábært samstarf einkaaðila og opinberra aðila í þessum samningsmarkmiðum. Og liður að byggt verði upp í samræmi við húsnæðisstefnu Reykjavíkur 2020 og stuðlað að uppbyggingu leigumarkaðar og félagslegri blöndun íbúa. Stefnt verði að því að 20–25% íbúða í hverfum verði leigubúðir, stúdentíbúðir, búsetarétti íbúðir og eða nýju Reykjavíkurhúsin. Einnig verði stefnt að því að félagsbústaðir HF hafi kauprétt fyrir alltaf 5% íbúða fyrir félagslegt leiguhúsnæði. Ég vil halda því fram að þetta sé mjög merkileg og mikilvæg samningsmarkmið. Þau eru svo sannarlega virk.
þá kom fram að borgin í misgóðri stöðu til að ná þessum samningsmarkmiðum fram. Á sumum lóðum hefur hún litla aðstöðu til þess vegna þess að hún ekki lóðarhafi og það bara eins og það sko. En að gera lítið úr þessu merka áfanga sem náðist með þessu finnst mér fráleitt og einhvern til sóma. Við getum öll verið stolt af þessu. Og svo ætla ég líka á lokum að taka undir það sem að borgarfulltrúi Esbjörn Blöndal sagði hér áðan í sambandi við heildarkostnað á uppbyggingunni. Það var reiknað út af verkfræðistofu fyrir nokkrum árum að bara sem sagt vega uppbygging í hinum ýmsu hverfum gríðarlega mikil. Ef man rétt til að mynda í hinu frábæra hverfi Staðarhverfi, vega uppbygging fyrir íbúana þar 5 sinnum meiri heldur en hér miðsvæðis. Það kostar þá 5 sinnum meira að byggja upp vegakerfi þangað, halda þið síðan við með snjóræningi og svo framvegis, heldur það kostar þessum byggðin þéttari. Og þetta líka kostnaður sem dreift á samfélagið. Þetta ég ekki að segja til þess að einhvern veginn segja að Staðarhverfi það var mistök. Nei, það örugglega frábært hverfi, en við skulum bara gera grein fyrir því að kostnaðurinn, samfélagslegur kostnaður mjög mikill. Og var það eitthvað meira sem ég ætla að segja? Það alls ekki víst. Ég held að þetta sé allt komið í bili. Mig grunar að þetta verði ekki síðasta skipti sem ræðum þessi mál. Og það bara fínt. Þetta mikilvægur málaflokkur. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur beðið óskað eftir því að koma upp í andsvör. Það borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Það Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson kom hérna inn á Vesturbygdina sem hefur yfirleitt verið kynnt sem fyrsta Reykjavíkurhúsið. Mér langar til þess að benda á bókun sem við Framsóknar flugvallavinir gerðum fyrir tæpum 2 árum síðan eða 21. apríl 2015 því að eins og við þekkjum að þá var þetta konsept Reykjavíkurhúsin frekar illa útfært og hafa fengist fá svör en þar bókuðum við með leyfi forseta í skýrslu starfshóps Reykjavíkurhúsin kemur fram svo nálgun sem lagt var upp með að gengur ekki og því hefur hópurinn skilgreint 5 ólíkar leiðir að útfærslu Reykjavíkurhúsa. 3 þeirra ganga ekki upp en 2 gætu gengið upp en þá eftir að útfæra þær hugmyndir. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um það hvaða leið skuli farin svo ákvörðun hefur enn ekki verið tekin útfærsluna. Því verið að byrja öfugum enda eins og svo oft áður. Mikilvægt að klára vinnuna sem fyrst en þar sem málið enn það óljóst situm við hjá við úthlutun 2 lóða og auglýsingu eftir samstarfsaðilum. Tilvitnun lýkur. Þetta nú ástæðan fyrir því sem borgarstjóri kannski finnst við stundum vera að þvælast fyrir í minnihlutunum. Það vegna þess að við fáum ekki svör að því að málin svo illa undirbúin. Mig langar, ég bað það hér áðan í andsvörum við borgarstjóra og síðan fór borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson líka inn á lóðina á Vesturbygdinni. Við vildum upphaflega fá verðmat á lóðinni til þess að átta okkur nákvæmlega á því að það hefur verið gengið út frá því að útsýnisíbúðirnar eða dýrustu íbúðirnar ættu að vera seldar einkaaðilum og út úr verkefninu. Ég veit nú ekki hvort að það sé ennþá þannig. Hvar stendur þetta verkefni? Er komin tilboð frá samstarfsaðilum, liggja fyrir ykkur tilboð? Því að maður heyrir ýmislegt út í bæ en það hefur ekkert verið lagt fram hérna hjá borginni þannig að mér finnst gott ef annarkvort borgarstjóri eða borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson myndi hans upplýsa okkur hvað að gerast með Vesturbygdina. Eru komnir fram samstarfsaðilar, eru komin fram tilboð, hvenær verður þetta kynnt fyrir okkur og svo framvegis. Þá hefur Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við að veita andsvör og andsvörum svarar. Ég get bara komið inn á það. Já. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Ertu ekki að fara að loka? Já, nei, býttu. Halldór. Hann má ekki fara í andsvar, sko. Nei, þú baðst orðað þú ert að fara að loka tillögunni. Ekki satt. Ok, forseti tekur sig hér forsetavald og það forseta tilskipun það að borgarstjóri taki næstu til máls.
Forseti ágæta borgarstjórn, tilefnið þess að ég kem upp nú að svara borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur, en mig langar aðeins til þess að reyna ég greina eða svona velta vöngum aðeins með borgarstjórn yfir umræðunni hérna. Ég held að við séum kannski eðli málsins samkvæmt að blanda svolítið saman í tveimur hlutum í þessu umræðu. Annars vegar þeirri erfiðu stöðu sem að ungt fólk sem að koma sér þak yfir höfuðið upplifir á markaðnum í dag. Og hins vegar því hvernig okkur gengur að framfylgja húsnæðisstefnu borgarinnar. Annars vegar erum við að tala stöðu sem komin upp vegna margra þátta. Eftirspurn eftir húsnæði hefur aukist mjög mikið og mjög hratt núna eftir að hafa verið alveg frosinn árum saman. Og það eru nokkrir þættir sem að haldast í hendur. Aukinn kaupmáttur og 80 milljarða leiðrétting til fasteigna eigenda sem að hefur gert það verkum að þeir sem áttu fasteigna fyrir í miklu betri færum á að keppa þær eignir sem eru á markaði, eiga meira eigið fé og þessar verðhækkanir nýtast þeim sem eiga eignir fyrir á fasteignamarkaði eldri kynslóðunum. Svo annað sem að setur þrýsting á húsnæðismarkaðinn sérstaklega ákveðnum svæðum sem vöxturinn í ferðaþjónustunni og íbúðaleigan í gegnum Airbnb og aðra svipaðar síður. Það setur líka þrýsting á þennan markað. Og í fjórða lagi sem hin hliðin á leiðréttingunni að fyrri ríkisstjórn ákvað að skera mjög hraustlega niður vaxtabætur. Þann stuðning sem að ungt fólk oft treysti á til þess að kljúfa greiðslubyrðina af íbúðakaupum í kjölfar þess að leiðréttingin var gerð. Síðan hún var gerð þá hafa vaxtabæturnar lækkað býsna hratt. Og hverju bryddað upp á til þess að auðvelda ungu fólki að koma þaki yfir höfuðið sem mótvægi? Í raun ekki neinu. Af hálfu ríkisins. Það voru boðaðar aðgerðir í haust og það kom fram svokallað séreignasparnaðarfrumvarp sem gengur út á það væntanlega að ungt fólk safni í 10 ár eða eitthvað svoleiðis. Til þess að geta tekið þátt í einhverju slagsmálum eða kapphlaupum einstakar eignir. Ég held að þetta sé veruleiki sem blandast mjög mikið inn í umræðuna. Og við getum alveg rætt, hvaða tæki hafa sveitarfélög í höndunum til að koma til móts við þessa kynslóð í þessari stöðu. Það sem átt við þegar verið að vísa í Úlfarsárdal? Hugmyndin að það sé eitthvað fyrir ungt fólk sem á erfiðleikum á húsnæðismarkaði. Ég óttast að það sé ákveðið villuljós. Ég held að sé mjög afmarkaður hópur ungs fólk sem að fara að byggja sjálft. Hvað þá fjölbýlishús sem að hér voru mikið rædd. Það sem að borginni snýr og húsnæðisstefnan gengur út á ekki þessi þáttur, heldur það að tryggja heilbrigðan og fjölbreyttan húsnæðismarkað. Að tryggja félagslega blöndun allstaðar. En þessi veruleika mætast auðvitað í einhverju sem að við getum kallað einu nafni staðan á húsnæðismarkaði. Og bæði viðfangsefni eru verð umræðu, pólitískra umræðu. Hlutverk sveitarfélagana mjög mikið þegar kemur að skipulagi, lóðaúthlutunum og strategíu þegar kemur að fjölbreyttum húsnæðismarkaði, en býsna takmarkað þegar kemur að vaxtabótum, vaxtastigi, lánamöguleikum eða öðrum sértækum aðgerðum fyrir fyrstu kaupendur eða ungt fólk. Eða hvað? Ég held að svo sé. Varðandi Vesturbuktuna sem hér var sérstaklega spurt þá hefur hún verið í samningskaupaferli.
á endanum voru 2 aðilar sem voru að keppa og teldu fram hönnun annars vegar og verðum hins vegar. Það sérstakur starfshópur sem var skipaður yfir það trúnaðarverkefni að meta annars vegar þetta út frá hönnun og svo var þetta bara verð. Og það búið að opna báða fasa. Það verið að vinna úr þessu samning sem þá kaupsamningur á reitnum og ég á von á því að það náist væntanlega að leggja það fyrir borgarráð, ekki þessari viku heldur á næsta fundi borgarráðs eftir það. Og þetta auðvitað mjög spennandi verkefni, það alveg rétt að það var oft nefnt sem fyrsti reiturinn þar sem myndi rísa Reykjavíkurhús. Og í samningskaupaferlinu var reynt að setja fram þau markmið sem að rakin voru varðandi Reykjavíkurhúsin og ég hef góða vonir að þarna muni takast vel til. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstu tekur til máls Halldór Halldórsson borgarfulltrúi. Forseti og góðir borgarfulltrúar, þetta orðin löng og ströng umræða lóðamálin og húsnæðismálin og enn eigum við eftir að afgreiða tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem ég vona meirihlutin afgreiði með jákvæðum hætti. Trúi reyndar ekki öðru, miðað við það að í þeim þætti þar sem allt í einu allir voru orðnir sammála, þá vorum við sammála það að þetta gengi ekki nóg. Enda frá 2010 eru einungis 1557 fullgerðar íbúðir í Reykjavík í lok árs 2015. Ég verð að segja það, góðir borgarfulltrúar, að mér finnst þessi umræða svolítið skrítin. Það er svona svolítið sérstakt að hefja umræðuna. Ég fór hér yfir hvað hefur verið mikið byggt, ég fór hér yfir hvað mun fjölga í Úlfarsárdal eða 428 íbúðir verði þær deiliskipulagshugmyndir að veruleika sem núna er verið að vinna innan ramma aðalskipulagsins og ýmsar svona staðreyndir. Ég ítrekaði nokkru sinnum í ræðu minni að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins styddum og hefðum stutt þéttingar hugmyndirnar en við teldum að töluleg markmið sem að ég útskýrði svo enn frekar í andsvörum þau væri bara hreinlega ekki að nást og töluleg markmið 700 íbúðir á ári samkvæmt aðalskipulagi þurfa að fara upp í lágmark 1000 íbúðir á ári og núna vantar 3-4.000 íbúðir bara strax. Svo allt er bara umræðan einhvern veginn orðið þannig að við séum bara eins og þetta ekkert að þessu hafi verið sagt. Því ég hef að margtuggið á því að hálfu meirihlutans í umræðinni að við værum á móti þéttingu byggðar eða hefðum þvælst fyrir hinum á þessum málum. Að við sæjum bara Úlfarsárdal sem lausn. Kannski, ég meina, kannski er þetta bara svona. Við erum búin að koma hérna upp aftur og aftur til þess að endurtaka það aftur og aftur sem var sagt hér í upphafi. Og kannski er það ágætt að góð vísa verður aldrei of oft kveðin. En ég held að við allir hljóta að skilja það og við hljótum öll að vera sammála það að það vantar fleiri lóðir. Og það er uggvænlegt að húsnæðisverð hafa hækkað 42% síðan 2010. Það er uggvænlegt að framundan sé jafnvel 30% nafnverðshækkun á 2 árum. Það er það, 2-3 árum. Þannig að þess vegna er heildarlausnin ekki fólgin í því að bæta við enn fleiri lóðum í Úlfarsárdal, heldur er það mjög mikilvægur liður í því ásamt öllu öðru sem á að vera að gerast í borginni en gerist ansi hægt. Mikilvægur liður í því að létta undir með húsnæðismarkanum, létta undir með ungu fólki sem er að kaupa sína fyrstu eða leigja sína fyrstu íbúð. Það þarf ekkert að vera að byggja sjálft, hvorki einbýli eða fjölbýli. Það þarf bara að fá lóðir til þess að hægt að byggja. Því að þetta snýst framboð og eftirspurn. Hérna var verið að rifja upp einhverja breytingar. Ég held að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hafi verið að rifja upp einhverja breytingar sem urðu í meirihlutatíð Sjálfstæðisflokks á hverfinni í Úlfarsárdal. Já, það urðu einhverja breytingar á þessu. Þétting eða þétta byggðin
fannst íbúum kannski vera full mikil, en það stóð aldrei til hins vegar að fara niður í, þó að það hafi verið fækkað íbúum fyrsta áfanga, þá stóð alltaf til að hálfu Sjálfstæðisflokksins, segja mér þeir sem hafa verið lengur en ég, að hverfið í heild yrði aldrei minna en 15.000 íbúar. En það verður 9.000 íbúar miðað við það sem við höfum verið að tala um. Og deiluskipulagið frá 2005 fyrir Úlfarsárdalinn, það gerir ráð fyrir 904 íbúum. Þannig að, og við það miða ég þegar ég var að tala hérna um þetta, og það bætast við eins og fyrir sagði 428 íbúðir. Og jú, fín umræði hérna samgöngumál, en ég trúi því að það hefur verið samstaða borgarlínu, hvað svo sem kemur á þá borgarlínu, hvort sem það verða strætisvagnar eða hugsanlega í viltustu draumum einhvers konar sporvagn eða eitthvað, að þá hljótum við öll, og ekki síst því í meirihlutunum, að trúa á þá lausn. Að trúa á þá lausn að það muni skila þeim árangri að fólk sem býr í úthverfum, að það eigi auðveldara með að komast á milli. Plús það að við þurfum að leggja enn meiri áherslu á að sem mest af stórum vinnustöðum verði austarlega í borginni. Þannig að það var ágætis umræða, en vandamálið hér er lóðaskortur. Vandamálið er lóðaskortur, og það er það sem þessi tillaga snýst um, að það er að taka á því að létta undir með húsnæðismarkaði. Og það sem þegar ég segi það, þá styður við það sem að borgarstjóri nefndi hér í sinni ræðu rétt áðan, að hann sagði að ríkisstjórnin hefði ekki komið með nægar aðgerðir. Ég vil þó segja að sparnaðaraðgerðin er auðvitað lykilatriði. Það þurfa að vera góðar leiðir til þess að spara, þannig að fólk eigi eitthvað eigið fé í húsnæði. Verð eigna er líka lykilatriði. Það að við séum búin að sjá verði hækkun 42% og eigum 30% nafnverðshækkun framundan til 2019 er auðvitað rosalegt. Og hvert er tæki sveitarfélagana til þess að létta þessi þrýstingi? Það er aukið framboð lóða. Það er það tæki sem að sveitarfélagin hafa. Og nú stöndum við frammi fyrir því að geta elt það tæki aðeins hérna á þessum fundi, að geta létt undir með ungu fólki og öllum sem á húsnæðismarkaði, að geta virkjað betur það tæki sem að sveitarfélagið, Reykjavíkurborg hefur yfir að ráða, með því að samþykkja tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að bæta við lóðum í Úlfarsárdal. Þá hefur Halldór Halldórsson lokið máli sínu og umræðu telst lokið. Hér er komin málsmeðferðartillaga að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins inn til borgarráðs. Þið ykkar sem að samþykkja hana gefið merki. Þið ykkar sem á móti kunnið að vera. Hún er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum gegn 6. Og sama hér, allir boða bókanir og áskilja sér rétt. Já, akkurat. Já, hér